Jæja, heyrðu, góðan dag. Við ætlum bara að byrja. Þið heyri bara í mér hérna en þetta allt fyrir upptöku líka. Ég ætlum að bjóða okkur velkomin á þennan sýklalyfjadag og fræðsludag okkar sem núna í 4. sinn. Þetta var svona snör breyting hérna á síðustu stundu vegna uppákomu á Hrafnistu því miður. Það var bara hrikalegur atburður þar en sem betur virðist það nú allt vera að ganga upp og þau standi í ströngu og við sendum bara kveðju þangað. En ég vil þakka þeim fyrir þetta þegar við ætluðum að vera þar og Bjarni er búin að standa mikið í undirbúningnum og sérstaklega hún og Anna Margrét Halldórs en auðvitað allir sem munu halda hérna erindi líka koma að þessari dagskrá og undirbúku þennan dag og ég þakki skilið fyrir það. En þetta dagur sem helgaður vitundarvakningu sýklalyf hjá Sóttvarnastofnun Evrópu sem við vinnum mikið með. Og líka í dag hefst vitundarvakning vika hjá Alþjóðaheilbrigðismála stofnuninni og það sérstaklega verið að minna á þessa ógn sem okkur stafar af útbreiðslu sýklalyfjaónæmis í heiminum og til hvaða aðgerða við getum gripið til að draga úr því og svona lágmarka skaðann. En uppgötvun sýklalyfja auðvitað ein merkasta uppgötvun læknisfræðinnar og sýklalyf hafa komið í veg fyrir alvarleg veikindi og dauðsföll milljóna gegnum tíðina. En óvarleg notkun þeirra samt helsta orsök sýklalyfjaónæmis, þó það sé ekki eina orsökin. Og því mikilvægt að stuðla líka að skynsamlegri notkun sýklalyfja til að koma í veg fyrir útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Nú, við höfum miklar væntingar til nýrrar aðgerðaáætlunar stjórnvalda gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmis en hún var birt 2024 og samanstendur af 75 verkefnum sem raðað í forgangsröð og þar koma ýmsir aðilar að og þetta til 5 ára og svona í anda einnar heilsu sem þýðir það að það eru aðgerðirnar snúa að mönnum og dýrum og þar með matvælum og umhverfi. En við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrsta erindi í dag dagskrána hérna. Það ekki alveg að fara. En það hérna Anna Margrét Halldórs og hún ætlar að tala sýklalyfjanotkun, sýklalyfjaónæmi og aðgerðaáætlunina. Fara svona yfir það við hvað ógn við erum að etja, hvernig það tengist notkun sýklalyfja og hvernig við getum spornað við. Anna Margrét, gjörðu svo vel. Takk kærlega Guðrún, fyrir góða kynningu. Nú ætla ég að deila glærum með ykkur. Og aftur langum við bara að þakka Hrafnistu kærlega fyrir bara mjög gott samstarf við undirbúning á þessu málþingi. Þau voru búin að vinna mjög góða vinnu og við hugsum Eru glærurnar að koma rétt út? Já, eru bara velkomin öll og takk kærlega fyrir að koma hingað til embættis landlæknis stuttu fyrirvara. Við ætlum að vera Hrafnistu en fólk búist bara skjótt við. Velkomin af málþingu sýklalyfjaónæmi eftir smá tæknilega hnökra, höldum við áfram. Já, og eins og við vitum þá uppgötvun sýklalyfja ein bara stærsta byltingin í sögu læknisfræðinnar sem Guðrún fór í gegnum. Og með uppgötvun penisílíns miðbik síðustu aldar þá hófst sýklalyfjaöld þar sem nú var möguleiki að meðhöndla áður lífshættulegar sýkingar. Og fljótlega komu fram fleiri gerðir sýklalyfja sem einnig björguðu ótal mannslífum. En sá gall var á gjöfin jarðar að fljótlega eftir að nýju flokkar sýkla koma fram þá fylgdi ónæmi í kjölfarið. Og þið sjáu hér á þessu grafi að hvernig beta-laktamasar kom fljótlega fram eftir 1970. Þetta enzím sem að brjóta niður penisílín, okkar mest notuðu sýklalyf og þau byrja að koma fram fljótlega eftir að penisílín var útbreitt í notkun og svo fjölgaði næsta áratugi bara í veldisvexti nýjar gerðir beta-laktamasar enzíma. Þannig að þessi mynd sýnir eiginlega í hnotskurn hvernig sýklalyfjaónæmi kemur fram fljótlega eftir að sýklalyf komast í notkun og fleygir svo fram.
Sýklalyfjaónæmi meðal leiðandi orsaka dauðsfalla í heiminum og hefur verið borið saman við sjúkdóma eins og HIV sem veldur eyðni og malaríu. Og í þessari grein í Lancet var talið að sýklalyfjaónæmi tengdist 5 milljónum dauðsfalla á heimsvísu á hverju ári, árið 2019, og þar af meira en 1 milljón dauðsfalla bara með beinum hætti vegna sýklalyfjaónæmis. Svo birtist framhaldsgrein í Lancet nýlega sem var að bera saman byrði vegna sýklalyfjaónæmis, byrði á heilbrigðiskerfið og samfélagið árið 1990 og 2021, og 1990 er sýnt hérna í grænum lit og 2021 í bláum. Og hérna sjáum við það sem er tengsl og það sem er attributable eða það sem er sagt beintengsl, og á Austurlandsnum eru aldursflokkar. Og það sem þessi mynd sýnir er að dauðsföllum vegna sýklalyfjaónæmis hjá yngsta aldurshópnum hérna grænu súlurnar, þeim fækkaði milli 1990 og 2001 sem er bara frábæra fréttir. Tengist framförum meðal annars í Afríku sunnan Sahara og öðrum hlutum heimsins sem bara aukið hreinlendi og meiri þekking. En á hinn bóginn, ef við berum saman súlurnar fyrir elstu aldurshópana, þá séu að byrðin hefur aukist umtalsvert fyrir elstu aldurshópana. Og það er þetta sem er að gerast. Og það er talið að mjög mikilvægt að koma í veg fyrir þessa þróun að með bara sýkingavörnum, með bólusetningum, forðast óviðeigandi notkun sýklalyfja og bæði hjá mönnum og í landbúnaði, og að stuðla að uppgötvun nýrra sýklalyfja með rannsóknum. Og þeir settu líka fram spá til 2050 og þeir sjáu hérna þessi gröf sína mismunandi heimshluta, þetta globalt og high income countries hérna, og það sem er sýnt hérna efst með svona dökkgrænu lit eru elstu aldurshóparnir, og þetta eru aukin dauðsföll eru fyrirséð vegna sýklalyfjaónæmis hjá elstu aldurshópnum yfir 70 ára næstu áratugum. Þannig það er svona langtíma spáin með þau gögn og módel sem eru til. Þetta er allt byggt á svona tölfræðamódelum. Hver er þá staðanvarandi sýklalyfjaónæmi á Íslandi? Það eru 3 gerðir ónæmra sýkla sem eru tilkynningarskyldar til sóttvarnalæknis samkvæmt reglugerð. Það eru breiðvirkir beta-laktamsar, meticillin ónæmur stafskokkur áreus, beta-lactus sem MOSA og vancomycin ónæmur enterokokkar af OE. Og meðal breiðvirkra beta-laktamsar sýkla eru þessi kallum ESBL og karbapenemassa-myndandi sýklar sem ég talað meira um. Og þau beru saman stöðuna í Íslandi saman við önnur lönd í ESB eða ES árið 2004. Þetta graf sýnir sig að stöðu MOSA og ekki vil ljósa Ísland við höfum lægri tíðni MOSA en í mörgum öðrum Evrópuríkjum. Við erum þó aðeins færri en Norðurlöndin og Holland og Þýskaland, en staðan er áberandi verst í suðausturhluta og suðurhluta Evrópu. Og ef við myndum hafa stærra landakort þá myndum við sjá að staðan er mjög alvarleg til dæmis á suðaustur Asíu og sumum hlutum öðrum heimshlutum og Norður-Afríku. Við skoðum E. coli sem er ónæmi fyrir þriðju kynslóð E. coli er algengur sýking sem veldur þvagfærasýkingum og ýmsum öðrum sýkingum. Það séum við Íslandi líka í miðbyggi hér, hvað verður tíðni þessa þriðju kynslóð kefalsporum ónæmis. Staðan er verst í suðausturhluta Evrópu og skást á Norðurlöndunum. En sú gerð sýklalyfjaónæmis sem við mestar áhyggjur af núna er karbapenem-myndandi sýklar. Og þetta eru sýklar sem gerða beta-laktamsum sem að brjóta niður bara mjög marga sýklalyfjaflokka. Það eru fáir meðferðarkostir ef að sýklarnir mynda karbapenemassa. Og þessi hérna Klebsiella pneumoniae veldur oft spítalasýkingum, sýkingum á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Og hún hefur verið að koma fram mjög hratt á undanförnum árum, orðin mjög algeng, ef við myndum sjá hérna Tyrkland eða Serbíu og hérna suðausturhluta Evrópu mjög algeng á sjúkrahúsum, hún sé mjög hátt hlutfall yfir 50%. Á með að vera með góðum málum ennþá hérna á Íslandi og Norðurlöndunum. Þetta er svona breiðast út. Og þessi Klebsiella er ekki bara með mikið ónæmi, hún er líka með svona hypervirulent þætti sem kallast, hún veldur mjög alvarlegum sýkingum. Þannig að þetta er svona sviðsmyndir á Evrópuvísu. Ef við skoðum hérna á Íslandi, þessa tilkynningarskyldu ónæmi sýkla, ESBL og AMSI, þá hafa þeir verið að aukast undanfarnum 10 árum með smá tímabundna minnkun hérna í COVID-19 faraldrinum. MOSA hefur heldur aukist og enterokokkarnir frekar svona sveiflast til milli ára þegar hópsýkingar. Þetta er sér þróunin. Við skoðum fyrstu tíman ársins 2005 þá er verið að sjá að þróunin er að halda áfram. Þetta er ekki að draga úr þessu frekar að aukast eða á sömu þróunu hefur undanfarin ár. Og ef við skoðum hvaðan þessi sýklar að koma, flest sýni koma frá Landspítala, það kemur ekki á óvart, það eru okkar veikustu sjúklingar og sýklafræðideildin.
Þannig helmingur tilvika kemur frá Landspítala en vaxandi hlutfall kemur frá heilsugæslustöðvunum og kannski fjórðungur núna. Og þetta aukna hlutfall sem kemur frá heilsugæslunni og heilbrigðisstofnunum endurspeglar hvernig ESBL að færast út í samfélagið. Þetta að vera ónæmi sem við sjáum bara í fólki í samfélaginu. Þetta ekki eitthvað sem við byrjum við sjúkrahús og svo var í upphafi. Fyrirgefðu, ég að hugsa, langar að spyrja því með hjúkrunarheimili. Sko við náttúrulega sendum alltaf, eða sko ræktarnir fara til Landspítala. Ég bara spá í hvernig þetta skráist. Já, mjög góð spurning. Ég held að örugglega var rétt með að hérna var skráð á stofnun sem að sendir sýnið. Já, þeir tekur sýnið og sendir það. En náttúrulega til sýklafræðideildar á Landspítala í greiningu. Já, það góð spurning. Já. Akkurat. En nýgengi ESBL, það áberandi hæst það eykst með aldri og líka toppur hérna hjá nýburunum. Þannig að þetta það sem vitað með ESBL, þetta títt ónæmi hjá kóligerlum og sérstaklega í elstu aldurshópunum, en toppur hjá litlu börnum útskýrst því að vökudeildin að gera skimanir hjá sínum börnum. Þannig kemur þessi toppur til. Og hvar finnast þessi sýklar? Ég segi oftast kóligerlar þá í þvagsýnum. Yfir helmingur sýna eru þvagsýni og svo eru minni hlutin hérna fjórðungur skimunarsýni og önnur sýni. Þannig að stóra myndin sú að ESBL þetta eru þvagsýni eftir eldra fólki, oft hjá konum, kóligerlar. Ónæmi sýklar, sóttvarnalæknir hefur undanfarið misseri verið að vinna mjög mikið af gagnvirkum mælaborðum til að skoða tíðni ýmissa smitsjúkdóma með gagnvirkum hætti á netinu og hvet ykkur bara til að skoða þessi mælaborð. Og hérna til dæmis ónæmi sýklar, bæði BBL og MOSA, þið getið skoðað eftir bæði fjölda tilfella og tíðni, eftir aldri, kyni og svo framvegis. Ok, aftur að karbapinnum þessa myndandi sýklar. Eins og ég sagði þá þetta svo tegund sýklar sem við mestar áhyggjur af því þetta mjög breiðvirkt ónæmi og erfitt að meðla þessar sýkingar. Þetta var eiginlega óþekkt á Íslandi þannig að fyrstu tilfellin greindust 2015 og tveimur einstaklingur sem voru að koma utanfrá, höfðu verið sjúkrahús eða ferðast erlendis. Og næsta ári voru að greinast 2, svo eru þetta 5 til 10, 2019 til 2023 og svo 2004 sáum við smá aukningu upp í 18 tilvika ári. Þetta er ekki stóra tölur, en þróunin sýnir að þetta er að leiðin upp. Þannig að við þurfum vissulega að hafa varan á. Og það er ekki bara þetta fjölgun tilfellum. Einu sinni var þetta eiginlega sjúklingar sem voru að koma frá Egyptalandi eða leiða sjúkrahúsi erlendis. Nú er þetta fólk sem kemur bara kannski með þvagfærasýkingu og greinist með karba bara tilviljun. Þannig að við erum að sjá aðeins breytt landslag. Og þetta bara þetta toppurinn í ísjakanum sem við erum að greina. Flestir náttúrulega vita ekki að það er með ónæma sýkla í sinni flóru. Það er ekki nema að koma fram sýking og sé send sýni til ræktunar. Og við Kristján Orri, sérfræðilæknir á sýklarfræðideild Landspítala, skrifuðum stuttan pistil til Læknablaðs bara til að minna á þessa ógn sem stafar af karbapinnum sem myndandi sýklum og voru líka að ræða áhættuþættina. Það er vissir áhættuþættir fyrir því að ónæmið þróist. Eitt af því er sýklalyfjanotkun, til dæmis ciprofloxacin gerð sýklalyf sem sérstaklega tengt við til ESBL ónæmi. Og líka prótonpumpuhemlar, magasýruhemyndalyf, þau auka tíðni ónæmra sýkla eins og ESBL og líka alls konar iðrasýkingavalda. Því að magasýran er einn af varnarskjöldum líkamans til að koma í veg fyrir að við fáum ykkur sýkla eða ónæma sýkla. Þannig það er eitthvað sem kannski ekki allir hafa hugsað út í. Og þessi prótonpumpuhemlar eru mjög mikið notaðar, hugsanlega óþörfu í einhverjum tilvikum. Ok, hvað með sýklalyfja notkun í Íslandi? Eins og ég sagði þá stuðlar of mikil að raunnotkun sýklalyfja að því að auka sýklalyfja ónæmi. Og hérna erum við í meðaltali með Evrópulönd, en við erum að nota meira sýklalyf en önnur Norðurlönd, sem er eitthvað sem við viljum laga. Og notkunin er mest og endurspeglar ónæmið mest í suður- og austurhluta Evrópu. Heildarsala sýklalyfja undanfarin 10 ár hefur minnkað frekar og sérstaklega minnkað í COVID-19 faraldrinum og þetta sást alls staðar í Evrópu og öðrum löndum. Því að fólk var heima hjá sér að fekk færri sýklinga, leitaði síður til læknis og fékk síður sýklalyf. Og svo að breytast aðeins hvað sýklalyf notkun, en yfir heildarlínuna má segja að myndin sé tiltölulega lítið breytt. En langstærstu hluti sýklalyfja, meira en 90%, er notaður utan sjúkrahúsa. Á heilsugæslum og á heilbrigðisstofnunum með sýklalyf sem er ávísað með lyfseðlum og á hjúkrunarheimilum líka. Því að notkun hjúkrunarheimila kemur líka fram utan sjúkrahúsa. Talandi sýklalyfjanotkun utan sjúkrahúsa, þetta er eitt af mælaborðunum sem hefur verið sett upp hjá embætti landlæknis að nú er hægt að sjá mun nær rauntíminn áður hvað við erum að nota sýklalyfjum utan sjúkrahúsa. Og þess að sjá þessari mynd, þetta er kynið, notkunin er meiri hjá konum, hérna er aldurinn,
fer vaxandi auknum aldri, mest í 80 ára eldri. Þetta eru landshlutarnir og ársfjórðungarnir og hvaða sýklalyf eru mest ávísuð og þróunin yfir tíman. Þannig að þetta getur verið bara gaman að leika sér að fyrir þá sem hafa áhuga. Og nú þegar eru komnar upplýsingar fyrir fyrstu 3 ársfjórðungu 2025, þannig að við erum að birta gögnin miklu þéttar en við gerðum áður. En þessi heildarmyndin sú að notkunin ekki mikið að hreyfast, hvorki upp né niður síðustu ár fyrir utan COVID og mest notuð sýklalyf sem eru mest ávísað í fjölda sýklalyfja ávísana eru amoxicillin, augmentin, pivmesillinam og svo fleiri penicillinlyf sem eru mest notuð. Ef við skoðum dagskammtana þá er það doxycycline. Ok, en ef við skoðum þetta í sérgreinum, það er talsvert ólíkt milli sérgreinalækna hvaða sýklalyf þeir eru ávísa og hvar þeir vinna. Og þá sjáum við að heimilislæknar langmest ávísa penicillinum. Ef við skoðum öldrunarlækna, sem eru sérgreinar öldrunarlækningar, þá ávísa þeir meiri nærri hlutfallslega af sýklalyfjum úr ionúlein X, sem er nitrofurantoin og metinamin, sem annars var meðhöndlun að fyrirbyggjandi meðferð við sýklalyfja þvagfærasýkingum. Og nitrofurantoin og metinamin er mest notuð hjá konum yfir 65 ára. Og við eigum eftir að heyra það þvagfærasýkingar í dag, bæði leiðbeiningar og fyrirbyggjandi aðgerðir hjá eldra fólki. Nú, en hvað með aðgerðir? Hvað er hægt að gera og hvað erum við að gera til að reyna að hindra útbreiðslu sýklalyfjaónæmis? Sóttvarnalæknir tekur saman gögn í samstarfi við Matvælastofnun og fleiri aðila innanlands til að sýna sýklalyfjanotkun og tíðni sýklalyfjaónæmis og birtum þetta í ársskýrslum sem eru birtar hverju ári. Og svo líka hafa verið gefnar út leiðbeiningar til að stuðla því að forvörnum til að hindra frekari útbreiðslu ónæmra sýkla. Og þá eru það leiðbeiningar frá 2019, skimun, smitrakning og sýkingavarnir vegna sýklalyfjaónæmra baktería í heilbrigðisþjónustu. Og það er líka ræddar aðgerðir og hugsanlegar aðgerðir á hjúkrunarheimilum í þessum leiðbeiningum og talið almennt þarf ekki að meta áhættu sýklu, það er ekki að fara að taka skimunar sín í öllum þeir sem að fara inn á hjúkrunardvalarheimili, það er ekki mælt með því. En ef það er þekktar sémimósa þá getur þurft að skoða það, hvort að þeir séu að það beraðar og svo framvegis. Annað varðandi sýkingavarnir og dvalar á hjúkrunarheimilum er að þetta eru heimilafólks, þetta er ekki sambarlegt við sjúkrahús. Það er ekki hægt að einangra alla sjúklinga eða vistmenn sem greinast með beta-laktamassa eða mósa. Þannig að það er að skoða þetta með öðrum gleraugum en þú ert með einhvern á sjúkrahúsi. Og líka gera áhættugreiningu viðkomandi með aktífa sýkingu eða eitthvað annað í gangi. Það getur þurft að bregðast við tímabundið en almennt gildir þetta heimili fólks og þarf að geta liðið vel þar. Nú varðandi aðgerðir til að lágmarka smithættu, að sjálfsögðu viljum við forðast það eftir megni að dreifast milli einstaklinga, að þeir sem eru með karbapensamenti sýkla eða mósa til dæmis, það er æskilegt að dvelja í sérbýli með sér hreinlætisaðstöðu sem hvort sem er ákjósanlegt fyrir alla. En við vitum líka að aðstæðurnar eru breytilegar og við erum að vinna með það sem við höfum, þannig að þetta er það sem er mælt með. En þeir sem hafa ESBL, það er líka æskilegt að þeir séu einbýli en það er svona aðeins flokki neðar í leiðbeiningunum. Það er ekki eins alvarlegt á karbapenum sem myndandi sýklar. Já, svo aðgerðaáætlunin, Guðrún minntist á hana. Við vorum mjög stolt af því það að ríkisstjórnin samþykkti og birti þessa aðgerðaáætlun gegn sýklalyfjaónæmi á Íslandi. Þetta er einnar heilsuáætlun og þetta er fyrsta áætlunin sem Ísland birti. Önnur Norðurlönd er endurnýja sínar að birta áætlunum með 2, 3 eða 4. Þannig að þetta fyrsta sem við komum inn í þetta og vorum bara mjög ánægð og þakklátt fyrir stuðning ríkisstjórnarinnar. Alveg eina heilsu, hvað er ein heilsa? Þetta er einnar heilsu aðgerðaáætlun, ein heilsa þá er að minna á það að við erum öll samtengd, mannfólkið, dýrin, húsdýrin og í villtri náttúru og umhverfið, að sýklar og bakteríur og þetta berast bara milli vistkerfa og milli mann og dýra í báðar áttir og umhverfis, þannig að aðgerðirnar þurfa að taka mið af öllu þessu. Og ég ætla ekki að fara í gegnum aðgerðaáætlunina, þið getur bara að lesa hana sjálf, hún er aðgengileg á netinu, það er byggjar á 6 megin aðgerðum meðal annars að fylgjast með vöktun á ónæmissýklum og sýklanotkun. Og ég ætla bara að segja það að hjúkrunarheimili eru nefnd 24 sinnum í þessu aðgerðaáætlun, þannig að þau eru bara mikilvægur hluti af heildarmyndinni. Og það er líka í alþjóðlegu samhengi, þannig að lögum meira og meira áherslu á hjúkrunarheimili sem mikilvægan þátt af samfélaginu, bæði það mikið notað sýklalyfjum þar og ónæmi sýklar geta greinst þar, þannig að það vera leggja áherslu á að safna af gögnum um til sýklalyfjanotkun á hjúkrunarheimilum, hversu útbreitt er ónæmi meðal vistmanna og við erum þegar komin af stað með verkefni í samstarfi við aðra aðila hjá embætti landlæknis sem að safna gögnum
frá rafrænu kerfi hjúkrunarheimila yfir í okkar gagnagrunn í embættinu til að fylgjast með sýklalyfjanotkun bæði sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum. Og við erum að vinna þetta með fyrirtæki sem heitir Þula og við erum mjög stolt að þetta komið af stað. Þetta er nú örugglega að taka einhver tíma en þetta er mjög ánægjulegt. Þannig að framtíðinni er sviðsmyndin svo að við getum fylgst með sýklalyfjanotkun á hjúkrunarheimilum sérstaklega. Já, og bara þegar við erum að ákveðna árangursmælikvarða áætlanir þá erum við að fylgjast með notkun sýklalyfja, tíðni helstu ónæmi sýkla, svo langt maður minnist á bólusetningar líka. Því að bólusetningar eru mikilvægur partur af forvörnum, þú dregur úr inflúensu, öðrum veirusjúkdómum, þá ert að minnka líkur á öðrum sýkingum og bakteríusýkingum og minnka líkur á sýklalyfjanotkun. Þannig að þetta er mikilvægur partur af okkar áætlun. Já, og svo í haust var samþykkt eftirlit með innleiðingu áætlun hvernig ætlum að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir. Það var mjög mikil fókus hjá hópnum sem annars áætlun, og undirrit og Jón Steinar og fleiri sem voru í þeim hóp, að þetta er ekki eitthvað svona plagg sem er fínt að setja í skúffu. Já, ég er að vera búin, já, og þannig að þetta er áætlun sem er sett í framkvæmd og fylgst með að verkefnin eru unnin, þannig að það er planið hjá okkur núna. Ég ætla bara að klára að við erum líka í erlendu samstarfi, Norrænu, Evrópu og með WHO og meðal annars er verkefni hérna Jamrai, Evrópuverkefnið og við sjáum þetta merki hérna sem við erum að auglýsa, Evróputákn sýklalyfjaónæmis, að það var unnið af Jamrai, þessi Evrópuverkefni sem svona vitjörnavakningar symbol. Þetta á að vera svona bleika slaufa eða blái naglinn svona til að gera svona myndrænt tákn fyrir sýklalyfjaónæmi. Við erum satt partur af þessu verkefni sem skiptist í margs konar aðgerðapakka, aðgerðaáætlun, sýklalyfjagæslu, sýkingavarnir og svo framvegis og í samstarfi við aðrar stofnanir hér á landi. Þetta er bara heldur skilaboðin, heildarnotkun sýklalyfja hefur lítið breyst, mest í aldurshópunum. Við erum að sjá aukningu að tilkynningarskyldum ónæmum sýklum, sérstaklega karbapennusu sem við áhyggjur af og svo eru aðgerðir á áætlunin okkar á evrópska samstarfið og aðrar aðgerðir sem við erum að reyna að taka þátt í til að sporna gegn þessari þróun. Annars bara þakka ég kærlega fyrir góða hlustun og ég veit ekki hvort það er spurningar, eitthvað er búin að taka þetta síðan. Já, við höfum, að því að Steinunn Þórðardóttir öldrunarlæknir og framkvæmdastjóri lækninga á Hrafnistu átti að vera með næsta erindi, þá höfum við tíma fyrir smá spurningu. Annars er erindin svona miðað við korter og ef það er tími eftir þá getum við spurt aðeins. Ég held eitthvað þessu hljóðvesinni. Ég er Guðrún Asplund sóttvarnalæknir og Anna Margrét auðvitað yfirlæknir hérna á sóttvarnasviði hjá embættinu. En Ólafur, já, gjörðu svo vel. Mér langar aðeins að út af þessum ónæmisýklarna sem að geta með strangara reglur á spítalunum þegar fólk fer inn á, eins og segir, hjúkrunarheimili. Heimili fólks er ekki hægt að bregðast eins við. Það er skiljanlegt. En svo nefndur líka endurhæfingarstofnanir og þar gildir svolítið annað. Þar er fólk að fara inn og líka það er 200 manns í biðplássum að bíða eftir sínu hjúkrunarrými í alls konar oft fjölbýlum og þetta tíðkast sums staðar ennþá á heimilum, þannig að það eru svolítið svona, já, til dæmis að við erum með endurhæfingardeild á hjúkrunarheimilum sem að þar sem eru þríbýli og við stundum verið að svona spá í þetta, hvernig getum við fullnægt endurhæfingarþörf fólk sem er með félónumar erfiðar bakteríur og þarf að deila salernum með öðrum og það eru aðrir í hættu. Og stundum hefur verið svolítið svona erfitt að samræma þetta allt með einhver sem er alveg há einangrun á spítalanum, bara að ekki sjálfsagt að senda með öðrum að herbergi í endurhæfingardeildinni. Akkurat. Þetta er mjög góður punktur og ég vildi hefði eitthvað frábært svar, en það ætla að vera kannski ákveðið áhættugreining að gerast ef viðkomandi eða aðrir kring með aktífa sýkingu, eitthvað sem að stuðlar frekar útbreiðslu. Ég sagði Ása var að rétt upp en almennar sýkingavarnir náttúrulega er okkar aðal tól til að hindra útbreiðslu ónæmra sýkla, verður að leggja áherslu á það. En ég heyri alveg hvað það segir að fólk flýst á spítala og það gildir eitt svo komin endurhæfingu og það gildir allt annað. Maður verður náttúrulega að vinna með þær aðstæður sem maður hefur. Þannig að það þó sé æskild að eitthvað sé einbýli þá kannski ekki alltaf hægt að koma því í kring. En ég veit ekki hvort einhver aðrir hafa eitthvað betra innlegg en ég í þetta. Það er Já, ég held að þetta sé bara góð spurning sem við leysum ekki hérna. Svo líka gildir þetta að maður vill ekki að þetta sem greinast með einhver ákveðna bakteríu fá bara ekki svona heilbrigðissamstig eins og annað fólk. Einmitt, nákvæmlega. Það er alltaf ekki í rauninni leyfilegt samkvæmt lögum. Þannig að það er allt aðferðir sem að fólk þarf að taka til sín og gera sér grein fyrir að þetta á ekki að stýra ákvörðunartöku varðandi
alls ekki bara ólöglegt að stýra í ákvarðanatöku varðandi heilbrigðisþjónustu einstaklinga. Það var gott að minna á það. Nei. Takk Anna. Takk. Ég ætla kannski bjóða Ólafi næst ef að... Já, ég get alveg kynnt það sko. Steinunn ætlaði sem sagt að tala niðurstöður rannsóknar sem var á hjúkrunarheimilum sýkingar og notkun sýklalyfja. En það bara bíður betri tíma. Við settum frétt á vefinn þessa rannsókn og skýrslan sjálf á vef hjá Sóttvarnastofnun Evrópu. Einhver vill kynna sér það. En þá næst hjá okkur Ólafur, gjörðu svo vel. Klínískar leiðbeiningar, þvagfærsýkingar hjá hrumu eldra fólki. Það fræða okkur þvagfærsýkingar eldra fólks og meðferð þeirra og forvarnir vonandi. Takk. Já, við það heyra væntanlega allir í mig. Ég heiti semst Ólafur Samúelsson og sérfræðingur í lyf- og öldrunarlækningum og framkvæmdastjóri lækninga á Eyrskjól og Hömrum hjúkrunarheimilunum. Ég notaði þetta til að færa á milli. Já. Og það sem ég ætla að segja núna byggir mjög mikið á leiðbeiningu sem við ég og Már Egilsson heimilislæknir sem hér og Anna Margrét Halldórsdóttir og kom út held ég haustið 23 heimarétt. Og við nutum ágætrar aðstoðar sérfræðingur smitsjúkdómum og sýklafræði Ernu Mílangu Kojits og Kristjáns Orra Helgasonar hjá Landspítalanum. Aðeins að skilgreina hvað þvagfærasýking það sýking sem getur verið hvað sem í þvagfærakerfinu, allt frá þvagrás að nýrum og algengast blöðrubólga með þessum einkennum sem við þekkjum eins og sviða, tíðum þvaglátum og verkjum við blöðrustað og svo hugsanlega nýjum eða versnandi þvagleika. Það getur alltaf ástæða til að taka þvagræktun þegar það að koma upp, þá getur verið mjög margar ástæður á bakvið. Svo nýrnasýking sem kallið píelonefritis á erlendum tungum og hún heldur sjaldgæfari en oftast mun alvarlegri sýking. Einkennum sem eru almennari eðlis, hiti, hrollur og bakverkur jafnvel sem eru ósértæk einkenni. Það ekki hægt að útiloka nýrnasýkingu með því að það sé ekki bankageymsli við nýrum til dæmis. Og það fylgir ekki endilega einkennur á þvagblöðrunni við þessar sýkingar. Og svo erum við með sýkingar tengdar notkun þvagleikja sem eru svolítið annað mál. Þetta algengt vandamál í eldri konum alveg sérstaklega, sem nýgengi, það að segja tilfelli sem að greinast yfir ákveðinn tíma eins og einu ári eru 10% yfir 65 ára og þegar maður komin yfir 85 ára aldur jafnvel 30% á ári. En það rétt að nefna það að aldurinn sjálfur ekki frekar en í svo mörgu öðru einhver ráðandi þáttur þar, heldur það undirliggjandi ástand. Þetta eina algengasta ástæða innlagnar eldra fólks á sjúkrahús vegna sýkinga og mjög algeng ástæða ávísun á sýklalyf. Og svo höfum við töflu sem að sýnir svolítið sýkingar sem eru með minna áhættu og fylgikvillum og það eiginlega gildir konurnar sem eru yfir 65 ára aldri sem eru frískar, búa sjálfstætt og eru sjálfbjarga og engir erfiðleika við blöðrutæmingu. Og sýkingar með svo aukna áhættu og fylgikvillum eru eiginlega allir aðrir kallar yfir 65 ára. Það yfirleitt eitthvað undirliggjandi að þegar kallar að fá þvagfærasýkingu af líffræðilegum ástæðum. Og svo konur sem yfir 65 ára með endurteknar þvagfærasýkingar, vandamál við blöðrutæmingu eða ef þeir eru sjúkdómar í þvagvegum, inniliggjandi þvaglegur og svo framvegis. Svo allt þetta sem einkennir mjög fólk á hjúkrunarheimilum sem fjölvandi með samverkandi sjúkdómar, hreyfiskerðing og jafnvel einhver ónæmisbæling. Endurteknar þvagfærasýkingar eru algengar. Það eru skilgreindar sem 3 eða fleiri á 12 mánuðum eða 2 eða fleiri á síðustu 6. Og afleiðingarnir eru þetta persónulega mikil óþægindi og það meiri hætta á alvarlegum sýkingum eins og sáðum í töflunni hér á undan. Aukin hætta á ónæmi bakteríum. Og við höfum þarna áhættuþætti undirliggjandi sem eru eftir tíðahvörf, kynmök þvagleiki og skortur á hreinlæti. Og svo líka kannski rangar aðferði við aðstoð við athafnir daglegs lífs. Þannig að mikilvægt að kenna umönnunaraðilum góða siði við til dæmis þegar verið aðstoð við persónulegt hreinlæti og slíkt. Þvagteppa ein
sterk ástæða, uppkoma sýkinga í blöðru, sjúkdómur í þvagblöðrunni, auðvitað ýmsar lyfjameðferðir, sykursýki og margt fleira, stækkun blöðru og skeytis hjá körlum. Við höfum það helstu sýklar sem tengjast þvagfærasýkinguna eru E. coli alveg yfirgnæfandi meirihluta og það sérstaklega mikilvægt að hafa í huga næmismynstur þessara bakteríur þegar verið að velja lyf við þvagfærasýkingu ef ekki verið að bíða eftir ræktun og næmisprófi. Og svo eru auðvitað fleiri bakteríur þarna í minna mæli og svo eins og Anna Margrét minntist á þá birt árlega samantekt næmismynstur stofna hérlendis á vefsíðu sóttvarnalæknis. Svo það þetta, einkennileg sýklamega hjá eldra fólki. Og það eins og í orðanna hljóðan, það þegar það eru bakteríur í þvaginu, það ekki nein einkenni. Og þetta sennilega ein svona algengar ástæða ofnotkunar sýklalyfja hjá fólki á hjúkrunarheimilum og eldra fólki kannski yfirleitt, eldri konur sérstaklega. Svona tiltölulega algengt, ef fólk úti í samfélaginu sjálfstætt og talað algengi sem svona í kringum 11 til 16% hjá konum og 4 til 19% hjá körlum. Þegar komin á stofnun þá eiginlega allt annað umhverfi og miklu algengara fólk sem einkennilausa sýklalyfja, alveg upp í helmingur kvenna og karla. Og svo einstaklingar með þvaglegg, þeir sem eru með tímabundum með þvaglegg eru alltaf með einhver áhættu á svona sýklalyfju en þeir sem eru með inniliggjandi með 100%. Má maður reikna með að sé einhver sýklalyfja, einkennalaus. Hún telst í staðar þegar við höfum ræktun sem jákvæð yfir 100.000 CFU eða þessir colony forming units, það þekki allir þessa einingu að það sé yfir 100.000 af E. coli og svona. Og einstaklingur hefur ekki dæmigerð einkenni þvagfærasýkingar, eins og óþægindi við þvaglát eða tíða þvaglát þörf og seyðing og verka við blöðrustað og þvagleika. Það að segja engin dæmigerð einkenni þvagfærasýkingar en sýklalyfja. Miklu algengari hjá konum, eins og sýkingarnar sjálfar. Áhættuþættirnir eru háraldur sem tengist þá oftast einhverju skerðingu á ferni. Dvöl á stofnun, hormónatengdar breytingar, inniliggjandi þvagleikur eins og ég nefndi áðan, ónæmisbæling, hreyfiskerðing og sykursýki. Þetta sömu áhættuþættir eins og fyrir sýkingunum. Og hér kannski mikilvægstu skilaboðin í þessu, en nota bene, hvað einkennilaus sýklalyfja og það getur verið ofboðslega erfitt að greina það hjá einhverjum sem til dæmis mikla heilabilun getur illa gert grein fyrir einkennum sínum og það kannski bara óróleiki eða einhver svona almennu slappleiki og svona. Til að koma að þessu okkur samt mikilvægt að hugsa eitthvað annað. Það ætti ekki að meðhöndla einkennilausa sýklalyfjum hjá öldruðum, hvort sem einstaklingurinn frískur eða hrumur eða hefur inniliggjandi þvaglegg. Rannsóknir hafa ekki sýnt að slíkt hafi nein áhrif til að bæta ástand viðkomandi, minnkar ekki líkur á endursýkingu og það kannski undantekning frá þessu eins og sagt hér ef að það verið ráðgerð eitthvað aðgerð eða inngrip í þvagvegunum. Aðeins einkenni sjálf, til að koma aðeins náður af hverju svo mikilvægt að greiningi að meðhöndla ekki bara blint með sýklalyfjum eða taka margar þvagskoðanir. Einkenni þvagfærasýkingar auðvitað óþægindi við þvaglát, tíð þvaglát, verkur yfir blöðrustað eins og ég búin að segja að þvagleiki blóðmiða, dæmigerð fyrir blöðrubólgu, svo heitir hollur verkur yfir nýrnastað og blóð og hvíti þvagi. En slæm lykt og litabreytingar sem eru ekki óalgeng ástæða þess að það verið að taka þvagpröfu og senda í ræktun ekki ein og sér einkenni þvagfærasýkingar og þetta kannski frekar að einbeita sér að vökvagjöf og slíku. Það rannsóknirnar sjálfar, þvagstýrimylspróf, þvagræktun og næmisprófi tala aðeins þetta og það mjög mikilvægt að tæma þessi vöndu vinnubrögð greiningu og töku sýna. Og hjá hrumum eldri einstaklingum eru mjög oft eins og ég var að nefna óljós almenn einkenni og það geta mjög alvarlegir undirliggjandi sjúkdómar valdið þessum einkennum. Þannig að það að hoppa alltaf í einföldustu greininguna sem þvagstigs og velta fyrir sér þvagfærasýkingu getur orðið til þess að maður missir af alvarlegri undirliggjandi hlutum.
Þannig að ef það ekki dæmigerð einkenni þvagfærasýkingar þá borgar sig alltaf að nota það sem útilokunargreiningu. Og vissulega hefur við mörg og ég geri mörg sinnum á ári að það sem maður hefur ekkert annað og þetta er skýringin þá reynir maður stundum meðferð. Ef það er greinileg breyting á ástandi viðkomandi. Þvagstrimilspróf, það er að tala jákvæð stigs þegar hvít blóðkorn eða nítrit mælast og rauð blóðkorn eru líka indikator á þvagfærasýkingu. Svo er það spurningu forspörgildi jákvæðs prófs. Það er mest þegar allar þessar 3 mælingar jákvæðar en þær eru líka raun og veru góðar eingöngu þegar það eru einkenni til staðar. Hins vegar er neikvætt forspörgildi, það er að segja að maður er með alveg hreint stigs frekar gott í öllum sjúklingahópum. Og það er svo algengt með sýklamigu eins og ég var að tala og hjá einstaklingum með þvaglegg hjá íbúum hjúkrunarheimila að það er það er að segja íbúum hjúkrunarheimila og fólki með þvaglegg að það er jákvætt forspörgildi þvagstidsprófs bara mjög lítið, miklu lægra heldur en á frískum einstaklingum. Og það er í sömu klínísku leiðbeiningu mælt gegn því að vera að nota þvagstidspróf í þessum hópi. Og þau hafa eiginlega ekki neikildi hjá einstaklingum með þvaglegg sem er búin að vera með innanliggjandi þvaglegg einhvern tíma. Þannig að það segir man ekki neitt og að þvagslýspróf hjá einhverjum með þvaglegg sé jákvætt. Aðeins varðandi þvagræktanir, það er alltaf gott að fá ræktun og næmispróf. Það er talið svona réttlætanlegt ef það eru dæmigerð einkenni í frískum einstaklingi að meðhöndla jafnvel án ræktunar en auðvitað þarf að endurskoða meðferðina ef hún er ekki að virka. Þegar það er ákveðið að meðhöndla sýklalyfja á grundvelli einkenna þá er oft til dæmis í þessum hópi eins og hrumum eldra fólki á hjúkrunarheimila að byrja maður út meðferð en biður að sér tekið þvagræktun fyrst. Það er réttlætanlegt að gera það ef það eru mikil einkenni. Ef það eru lítil einkenni, fólk ekki mikið veikt, þá er oftast best að bíða eftir ræktunarsværi og næmisprófi. Og við viljum auðvitað greiningu á sýklanæmi og slíkt þegar að leiða undirliggjandi áhættuþætti eða alvarlegar endurteknar sýkingar. Það er hægt að merkja sýni sérstaklega sem spurningu pílunefrit og þau eru afgreidd hraðar. Og svo er þetta með blóðmigu, ef maður sé blóð í þvagi, það getur verið sýking, það getur líka verið miklu aðrir alvarlegir undirliggjandi sjúkdómar og þeir ættu alltaf að krefjast frekari rannsóknar ef þetta er óþekkt vandamál. En hjá fólki sem er náttúrulega nálgast lok síns lífs og kannski með mikla heilabilun verður maður alltaf að velta upp þessum etísku þáttum hvað á maður að fara langt í rannsóknir. Og það er einstaklingsbundið eins og öll önnur meðferð og rannsóknir hjá þessum hópi. Sérstakar áskoranir eldri einstaklingum með vitræniskerðingu, það er oft erfitt að ná þvagsýninu og oft viðeigandi að tappa þvagi með þvaglegg. Ekki er hægt að mæla við ræktun á þvagi úr stykki, hér á nástanda stykki, eða sem sagt bleiu. Það er svo mikil hætta á mengun og það getur verið mjög erfitt að meta einkenni eða einkennileysi einstaklingu, til dæmis sem vitræniskerðingu eða fólki sem er erfitt með að tjá sig. Einstaklingsbundið mat er lykilatriði og við verðum að gera ráðstafa að stór hópur fjölveikra aldraðra er með einkennilausa sýklamigu. Það, eins og ég sagði, rannsóknir hafa ekki staðfest að það dragi úr svona ósértækum einkennum eins og óráði, minnkari matarlyst og slappleika. Hiti og alvarlega einkenni sýkingar og sýklamiga og útilokun og öðru alvarlegu, það og eins og getur kallað á maður noti sýklalyf auðvitað. Svo er einstaklingur með þvaglegg. Fyrirgefið, þetta er mikið efni á stuttum tíma. Þetta er auðvitað skilgreint eins og aðrar sýkingar yfir 100.000 og við verðum helst að hafa hjá þessum einstaklingum almenn einkenni eins og hita, hroll, slappleiki, verki, blóð í þvagi sem ekki skýrast á öðrum orsökum. Það er mjög erfitt að greina það vega sýkingar hjá einstaklingum með langtíma þvaglegg. Maður verður að nota þessi skilmerki. Og svo eru alltaf einhverjir sýklar að vaxa á leggjunum sjálfum og eru að ræktast þegar maður tekur ræktun. Ég býð yfirleitt að það sé ekki verið að senda ræktanir frá þvagleggjunum ef maður hafi einhver einkenni eins og hita og hroll og svona. Og þá lætur maður gera það að skipta legginn, taka sýni og setja svo inn sýklalyfja meðferð.
einhver endurtekning hérna, eingöngu mælt með meðferð á ræktuna þegar greinilega einkenni til staðar og bíða annars eftir niðurstöðinni. Og svo höfum við verið hér á Íslandi samkvæmt næmi E. coli baktería verið að nota hérna trimethoprim, mersilinam og nitrofurantoin við blöðrubólgu á meðan maður bíður eftir niðurstöðu og þið sjáu hérna aðeins svona meðferðarlengd sem mælti með þessi helstu sýklalyf hjá konum og körlum. Það er svona klínisk reynsla að mér finnst ekki duga til að meðhöndla þvagfærasýkingu við 3 daga hjá eldri hrömu konum mikil undirliggjandi vanda, það dugar oftast ekki til. Þannig ég myndi segja 5-7 dagar. Það er svona, ég leita að heimildum með þetta og ég kannski get ekki stutt það alveg en það ég held að margir og ég held að Helga myndi taka undir með mér að það sé rétt. Ef maður með allt og stutta meðferðartíma þá maður bara meðhöndla aftur og aftur og aftur. Við þurfum að bregðast öðruvísi nýrnasýkingum. Það þarf að meta ástandi vel og velja meðferð með tillit til ástands. Og oft auðvitað ef þetta eru mjög mikil veikindi höfum við haft samband við smitsjúkdómalækni. Þarna erum við með aðalega 2 lyf sem eru notuð ceftriaxone eða það segja rósefalín og svo gentamísin. Og maður þarf auðvitað að gæta við allar sýklalyfjameðferð að skoða hvernig nýrnastarfsemi og slíkt. Og svo sérstakur kafli hérna í klínísku leiðbeiningum notkun ciprofloxacins. Þetta lyf dálítið vandasamt. Í fyrsta lagi þetta rosalega mikilvægt lyf að við missum það ekki út úr lyfjaflórunni okkar til að nota. En það er líka talsvert miklar aukaverkanir af því og stundum alvarlegar og stundum furðulegar. Svo háseinaslit og svona stoðkerfisbólgur. Og við ættum að nota þetta lyf sennilega í undantekningartilfellum. Það er ofboðslega mikilvægt og líka stundum erfitt í notkun. Fyrirbyggjandi meðhöndlun. Það er bara ekki mælt með því nema í undantekningartilfellum. Og það er alveg ótrúlega margir ennþá á langvinni sýklalyfjameðferð sem koma inn á hjúkrunarheimili, notabenni. Tekur maður það út og aðstandendur fara með það aftur til þvagfæralæknisins sem setur þetta umsögðalist inn aftur. Og það er stundum margra ára meðferð. En það er náttúrulega vandamál við langvarandi notkun sama sýklalyfs að það myndast ónæmar bakteríur og fólk jafnvel í enn meiri hættu að fá alvarleg veikindi. Erfiðara meðhöndla þarf að gefa sýklalyf í æð og slíkt. Og þetta raskar sýklaflóru eykur líkur á komplikasjónum eins og Clostridium. Svo notkun Hyprex, við fórum og köfum aðeins ofan í það við gerð þessara leiðbeininga. Það er oft notað til að fyrirbyggja endurteknar þvagfærasýkingar. Og það er svona ýmislegt sem bendir til einhverja gagnsemi á sjúklingum sem ekki voru með sjúkdóma í þvaglegum og ekki blöðrulömun gæti komið í veg fyrir endurtekna þvagfærasýkingu á þessum hópi. En það er ekki til neitt sem bendir til að fyrirbyggjandi meðferð þessu lyfi hjá fólki með langtíma þvagleg geri eitthvað gagn. Endurteknar sýkingar, þar þarf maður að skoða bara með tillit til undirliggjandi þátta, gera það að rannsóknir jafnvel blöðruspeglun ef að það viðmiðað við ástand og horfur sjúklingsins sjálfs. Svo eru fyrirbyggjandi mönnur önnur en sýklalyf og það eru svona svolítið vafasamar rannsóknir það hefur ekki verið staðfest eða útilokað að meðferð með trönuberjum til dæmis að við áhrif uppkomu þvagfærasýkinga og góðgerla notkun ekki heldur ef maður rétt svona lactobacillus og slíkt. Staðbundin estrogen meðferð eftir tíðahvörf, hún bætir slímhúðina við það svona og virðist gera gagn við endurtekna þvagfærasýkingu. Eins og það að taka estrogen munn virðist ekki gera það. Við gerðum hér þessar klínísku leiðbeiningar á vef landlæknis og eiga vonandi að vera allan kunnar. Svo gerðum við veggspjöld sem að ég mæli nú með að þeir sem eru að vinna á stofnunum brent út á plasti og hafi hangandi. Hér er svona ákvörðunarferill einfaldur ákvörðunarferill fyrir viðkomandi starfsmann eða hjúkrunarfræðing eða sjúkraliða sem að grunnar þvagfærasýkingu að kíkja á hvort að skilyrði eru uppfyllt og
svona leiddur áfram eftir einkennum, hvað ég gera næst og ákveðnar svona leiðbeiningar varðandi notkun þvagstýrimisprófa. Og við mælum eindregið með að þessu sé bara dreift sem víðast og held ég mjög svona tiltölulega einfaldur og skýr ferill. Hér heldur flóknari ferill sem svona verkferill eiginlega læknis. Því að það ekkert alltaf auðvelt heldur að ákveða sig. Og eru líka verið plastað og dreift á deildir. Þetta líka þarna á vefnum. Þessar leiðbeiningar eru líka á pólsku og filippísku og ensku á vef landlæknis. Ég ætla eiginlega að hætta hér bara. Takk fyrir. Mér langaði að spyrja mig í sambandi við skammtinn á Selfjallssoni, 2 grömm stóð þarna. Það nauðsynlegt? Sko, ég noti yfirleitt 1 gramm, bara spáði hvort ég breyta. Í minn veruleika ég sá að það fer bara eftir veikinda. Já, ef að fólk fárveikt og bara í sepsisástandi og maður ætlar ekki að senda það, gef ég oft 2 grömm sem fyrsta skammt. Ég sammálaður, ég held svo yfirleitt áfram með 1 gramm segi. Við erum yfirleitt að fást við í okkar hópi hruma aldraða einstaklinga með ekki mjög mikið líkamsrúmmál og svona. En ef að veikindi eru mjög bráð og alvarleg þá yfirleitt byrja ég nú að gefa stærri skammt. Kannski 1-2 daga líka svo. Ólafur er öldrunarlæknir og framkvæmdastjóri lækninga á Eyr, þannig að bara fylgja að fólk líka viti það. Eitthvað fleiri spurningar við til önni? Við höfum alveg smá, þannig að, já, gjör svo vel. Ég var spáði kynnti mér aðeins Spánverðir eru að nota bóluefni gegn þvagræsingu. Hefur þið séð þetta? Ekki, nei. Þetta eitthvað sem eru úr og mún og þetta einhver hræringautur af bakteríum frá sjúklingunum sjálfum, sko, úr þvagblöðrunni. Og þetta eru sjúklingar sem eru að fá endurteknar þvagræsingar. Það einhver sérstök rannsóknarstofa sem gerir í þetta bóluefni fyrir bara þessa einstaklinga. Ég bara velta fyrir mér hvort þetta væri árangursríkt, að ég einhvern veginn hef ekki heyrt þetta neista annars staðar nema. Ég veit ekki ef þetta er bakteríu og hvort telst bóluefni, en ég veit ekki. Nei. Það er gefið munn. Já, það heyrt það. Það áhugt að kynna sér með nálega, er þetta klínískar rannsóknar eða eitthvað sem er fyrirtækið í þessu. Þetta er áhugaður. Já, ég bara heyrt lítið þetta en svo rakst ég á það. Nú átti að vera smá kaffilja og planið var að byrja aftur 20 mínútur yfir. Þannig að gjör svo vel. Þá byrjum við aftur og við erum núna komið að það Bjarney og Sigurðardóttir og Sigríður Sigurðardóttir ætluðu að vera saman en Bjarney komst ekki eins og við vitum því miður. Sigríður ætlar að hlaupa skarðið fyrir þær báðar og halda erindi frá þeim. Sigríður hjúkrunarfræðingur og sviðsstjóri gæða og fræðslusviðs á Grund og ætlar að fjalla fjölþættar áskoranir varðandi sýkingavarnir á hjúkrunarheimilum og erindið er sýkingavarnir og ónæmar bakteríur á hjúkrunarheimilum. Gjör svo vel, Sigríður. Á daginn. Við Bjarni erum sko ekki systur þótt að við séum báðar Sigurðardætur. En við vorum svolítið stund að finna hvað gæti verið hentug mynd fyrir okkur. Og okkur datt þessu í hug af því að hvað sjáum við fyrir okkur þegar við horfum á þetta, er þetta bara notalegir heimiliskettir sem eru út allt land eins og hjúkrunarheimilin eða er þetta ljón, sterk ákveðin, stolt og hugrökk? Og eins og þið vitið þá eru hjúkrunarheimilin bæði heimili og heilbrigðisstofnun. Umræðan er stundum eins og við séum þessi rólegu heimiliskettir en við þurfum líka að hafa hugrekki að standa með íbúunum okkar og gera okkar besta þeim til hagsbóta og berjast með kjafti og klóm til að gera betur og þannig að myndin er bara svona svolítið lýsandi fyrir það að við látum í okkur heyra að við erum fagleg og öflug saman og en svo er myndin kannski líka lýsandi fyrir ógnin af ónæmum bakteríum ef allt fyrir úr böndunum. Já, þarna ætlum við bara eiginlega að sýna ykkur svolítið hvað það eru rosalega mismunandi rekstrarform. Hjúkrunarheimili er ekki endilega bara hjúkrunarheimili. Þannig að við erum eins og ólík kannski og við erum mörg og þarna eru talin upp, þau eru misstór, það er mismunandi bakland,
Sum hafa heilbrigðisstofnanir sem bakland, önnur ekki. Og þar lendur upplýsingaflæðið oft flókið. Okay. Við tókum Hrafnistu sem dæmi, að þar heildarfjöldi starfsmanna 1800 í 950 stöðugildum. 45% af starfsfólkinu 25 ára eða yngra, algengt að þetta sé skólafólk að vinna með háskólanámi. Það fjöldinn allir á erlendu starfsfólki og hann mismunandi á milli heimilanna. Og mönnun og hjúkrunardeild getur verið að allt upp að 80% almennir starfsmenn og 20% og niður í 20% af fagmenntu starfsfólki. Og þetta á alveg við á fleiri stöðum heldur en Hrafnistu þá þetta dæmi komið þaðan. Og og við erum náttúrulega svolítið með unga fólki og þá erum við að náttúrulega reyna að þjálfa þau til að fara í heilbrigðisnám og annað þess háttar í framtíðinni þótt að sé náttúrulega ekki allir sem gerir það. Og þetta getur oft verið flókið eins og með erlenda starfsfólkið, eru þau að skilja okkur og allt þetta og flest heimilin eru náttúrulega með íslensku kennsluorðið á sínum vegum líka. Svo það upplýsingar ónæmar bakteríur. Við lendum stundum í því að við fáum ekki að vita áður en einhver flytur á heimili að hann sé hreinlega með einhver ónæmar bakteríur. Þetta ekki alltaf í gögnunum frá Færni og heilsumatsnefnd. Við erum jafnvel búin að fá eitthvað samtal við kannski heilbrigðisstofnun þar sem viðkomandi kemur frá. Það kemur heldur ekki fram þar og það ekki alltaf endilega skráð í snjókorni í sögu og þetta kemur stundum fram bara eftir að fólki komið inn til okkar. Og þetta getur stundum verið svolítið snúið því að fólk kannski flutt inn í tvíbýli áður en að það kemur í ljós að það einhver bakteríusýking í gangi. Við erum líka alveg dæmi frá Grundar sem við erum að taka töluvert af hvíldarinnlögnum beint utan á bæ og það oftar en einu sinni sem við höfum lent í því að við bara eftir viðkomandi komin inn og við erum að grafa okkur í gegnum eldri pappíra og eitthvað svoleiðis og þá bara já, hann með spjall þessi. En auðvitað verðum við náttúrulega að vita þetta svo við getum brugðist við og tekið réttar ákvarðanir. Og það oft náttúrulega mikill þrýstingur á heimilin að taka inn íbúa með ónæmar bakteríur þótt að kannski aðstæðan sé ekki fyrir hendi á öllum stöðum og við erum þá sérstaklega að tala um þessi tvíbýli. Af því að í leiðbeiningunum þá segir náttúrulega að það sé æskilegt að íbúi sé í einbýli með sérsalerni. Og það síðan ráðlegt að hreinsa og sótthreinsa salerni handli og aðra snertifleti eftir hverja notkun en við veltum því svolítið fyrir okkur að það kannski ekki alltaf raunhæft í bara þessum heimi sem að hjúkrunarheimilin lifa í. En auðvitað náttúrulega reynum að taka þessa einstaklinga inn í einbýli með sérsalerni þegar það fyrir hendi. Og við erum alls ekki að forðast þetta fólk en það þarf kannski að vera ákveðin sveigjanleiki. Og það auðvitað gildi jafnræðisreglan sem kveður á að allir skuli vera jafnir og við erum að reyna þetta allt en það má og svo má heldur náttúrulega ekki mismuna. En stundum þurfum við að gera einhver undanþágur og það þá bara á málefnalegum grunni. Og ég bara farið við Bjarneyjarglærur núna, ég fekk það bara fangið svona klukkutíma áður. En og hjúkrunarheimilið þau taka oft fram að það sé ekki hægt þegar þú að kalla eftir tilnefningunum að það sé ekki hægt að taka inn einstakling með ónæmar bakteríur af því það sé tvíbýli eða jafnvel sérbýli með sameiginlegu salerni. Það þýðir náttúrulega ekki við séum að hafna því að við komum inn á heimilið en við þurfum bara að vera með réttu úrræðin fyrir þau. Og auðvitað við eins og allir aðrir að reyna að horfa til þess að lágmarka útbreiðslu ónæmra baktería með því að reyna að taka fólki svona inn. Og við þurfum náttúrulega að reyna að einangra ef þetta eru smitandi sjúkdómar sem fólk með. En við sáum nú til dæmis bara mjög glöggt í COVID-inu að það getur verið erfitt að einangra órólegan íbúa inn á sínu herbyggi eða segja að megi bara að fara á klósti sem þarna hægra megin og ekki klósti sem vinstra megin. Og fólk með heilabilun og fólk alls konar hjá okkur. Og við vitum öll að það má ekki mismuna fólki á grundvelli en við veltum stundu fyrir okkur líka hvað skylda okkar gagnvart hinum. Við erum kannski með fjölveikan og hruman íbúa og tvíbýli og hann deilir því með öðrum sem með fjölónæmar bakteríur. Okkur finnst við hafa ákveðna upplýsingaskyldu en við megum samt ekki brjóta trúnað. Því við megum ekki gefa upplýsingar heilsufar nema með samþykki þess sem með sýkinguna. Og ég kastaði bara svona yfir hópin ef þetta væri mamma ykkar sem var á herbyggi með einhverjum mósa, mynduð þið ekki vilja vita? En við megum kannski ekki gefa upp.
og auðvitað erum við samt þrátt fyrir það, þú veist að við hafa þessa grundvallar smitgátt gagnvart öllum en við viljum kannski gera bara aðeins meira. Og þetta svona ákveðin jafnvægislist hérna hjá okkur og hvernig eigum við einangra íbúar með ónæma bakteríu og þegar hann er í tvíbýli og deilir salerni með öðrum. Þannig að þetta verður alltaf svona þessi fullkomna einangra sem við myndum vilja. Og ég get alveg nefnt dæmi bara milli tveggja hjúkrunarheimila sem eru undir grundar keðjónum, sem sagt Grund og Mörk, að við sjáum sko bara rosalega mun ef það kemur upp sýking eins og Nóró í Mörk, þar sem allir með sér salerni, eða hvort það kemur upp Nóró og Grund, þar sem allt að 20 manns eru sama salernið. Þannig við sjáum það við náum miklu frekar að hemja hlutina sem sagt inn í Mörk, því það er bara aðstæðurnar eru þannig. Og þetta á jafnt við þótt að starfsfólki sko sem spritti á lofti og það er verið að hlaupa á klóstinu og spritta allt á milli einstaklinga og allt þetta og spritta alla snertifleti og allt það, að þá bara hefur húsnæðið alveg töluvert að segja. Og svo er það þetta hvenær eru við heilbrigðisstofnun og hvenær eru við heimili. Sko við flokkumst náttúrulega undir heilbrigðisstofnun en við viljum samt vera pínulítið meira heimili heldur en stofnun og stundum erum við bara hreinlega milli steins og sleggju með þetta. Og svo koma til okkar viðhorf frá öðrum heilbrigðisstofnun og ég meina enn þann dag í dag er Landspítalinn að spyrja okkur hvort við getum gefið sýklalyf í æð. Já, svo er þessi með íbúana og sýkingarnar að við erum náttúrulega með háaldra fólk á hjúkrunarheimilunum og bæði á Grundarheimilunum og Hrafnistu og þá var algengasti meðalaldur íbúana á milli 85 til 89 ár og meðaldvalartíminn er þetta 23 ár. Og ég sjáu að Hrafnistu var með tölur frá 2024, þar sem 6,9% eru með ónæmar bakteríur og 2025 er þetta komið upp í 9% hjá þeim. Á Grundarheimilunum áttu við ekki eldri tölur til samanburðar en tók saman töluna 2025 og það er 5,5% með ónæmar bakteríur. Og ég held að mismunur þarna á milli kannski skýrist líka svolítið af húsnæðinu og Grund hefur átt erfiðara með að taka þetta fólk sko. Svo er það þessi. Þetta er nefnilega bara hvernig ætlum við að koma öllu því til skila sem við viljum segja öllu starfsfólkinu, unga fólkinu, fólkinu með erlenda bakgrunninn, að við erum orðið með alls konar leiðir sko. Við erum sífellt með fræðslu sýkingavarnir, við erum með þema vikur sýkingavarnir fyrir utan það að við erum með fræðslu í bara fyrir nýtt starfsfólk. Við erum með myndbönd, við erum með efni á innrifefnum, við erum með fyrirlestur á sal og við erum að reyna að vera með fræðslu sem tekur mið af þekking og bakgrunni starfsfólksins og mismunandi fræðslu aðferðir sem henta mismunandi hópum. Að þessi mynd er bara svolítið lýsandi fyrir þetta kaos sem við Bjarni vorum alveg sammála, við erum oft báða staddar í einhvern svona alveg bara hvernig eigum að koma þessu áfram allra sem þurfa að vita. En þrátt fyrir allt, þá erum við alveg gífurlega stolt af starfa okkar á árangur á hjúkrunarheimilunum og skilningu, virðingu, samvinnu er þetta bara lykilatriði í þessu samhengi. Þannig að Eru spurningar? Sigríður? Heldur má ég spyrja einu? Það er ekki svo, Ása? Eða hver? Nei, Óla, ég er að velta fyrir mig að þú varst með tölur ónæmi, tíðnitölur ónæmi. Já. Sko, Hrafnista er greinilega bara aðeins skipulegri heldur en ég, þannig að þau bara eru með Excel-skjal sem þau halda utan með þetta í, bara brilljant hugmyndi ég sá hana. En við fórum bara inn í sjúkraskrárnar, eða ég fór inn í sjúkraskrárnar og hann leitaði eftir að hafa bara spurt deildarstjórana hvað eru margir hjá ykkur og svo fletti ég bara upp. Sko. Þetta er bara frá sýkingar sem voru, þetta er ekki skimanir? Nei, þetta er bara þeir sem eru með staðfest, sko. Já, hvort sem það var virt eða óvirt akkurat á þessum tíma, sko. Bara forvitin, ég vissi ekki neina mása. Nei, það var í Ási eitthvað. Já. Og svo held ég að annar einstaklingun er ekki lengur. Kannski meðalvor. Það er eitthvað æfing. Já, ég var bara að þakka fyrir þetta mjög interessant og flott. Takk. Og bara, sko, þetta er náttúrulega eins og þú sagðir, jafnvægislist, hvernig ná að fara í þessu, en þetta er náttúrulega bara
sýnir gildi sko grundvallar varðað gegn sýkingavörn. Algjörlega sko. Það mikilvægt að hamra á því. Því að það náttúrulega sko, þetta bara þeir sem greindir. Einmitt, svo þeir miklu fleiri, við vitum það. Nei, einmitt. Getur kannski verið helmingi fleiri. Já. Engin veit að því. Já. Og það nefnilega ekki sagt sem að sagt í Danmörku að deman ekki viðdi hann ekki óttað. Já, ok. Í þessu tilfelli getur hann verið svolítið óþægilegt. Já, einmitt. Já, en þetta samt svolítið flókið, hvað að vera beri eða vera með aktífa sýkingu og svona, þetta En hefur aldrei verið hugsað til þess að gera það kemur á því kemur inn í hjúkrunarheimili? Hefur það aldrei verið umræða hérna í Íslandi? Ég ætla bara að benda á það hverju allar borga, segi ég nú bara. Ég veit ekki hvort það hefur aldrei verið umræðinni, en það ekki hluti af leiðbeiningunum. Nei. Hvað ætlum að gera við það? Já. Það þessi munur hvort þetta sé svona akut sjúkrahús eða meira eins og heimili. Það svona hefur verið svolítið mikið með það að segja að þetta auðvitað eitthvað sem... Svo við annar faktor í þessu, hvaðan þessar ónæðu bakteríur að koma? Þær ekki alltaf að koma með fólkinu inn á hjúkrunarheimili. Þeir líka hjá starfsfólki. Já. Algjörlega. Það var, ég var lengi erlendis, þá vorum talað með flesti læknarnir að raunaberar fyrir MOSA, en það var ekki verið aðtöða. Ég held fólk hefði ekki viljað vita. Það var heldur hvað það að gera, það fyrir að láta allir uppræðninga meðferð. Það ekkert svona einfalt mál, sko. Nei, saman með þetta, það var enda Bjarni með dæmi, sko, þar sem að starfsmaður greindist hjá þeim, sko, og þurfti þá að skima, sko, út frá honum, en þá hann hafði ekki smitað neitt, sko, en það náttúrulega bara fullt af erlendu starfsfólki og kemur frá löndum þar sem þetta mun útbreiddara en hjá okkur. Það var þetta upplýsingagjöfin, það var verið að vinna miðlægu snjókorni hjá embættinu mitt, þar sem var hrætt upp berastöðum, meira til Allandið. Ég ætla ég bara að koma eftir gagninu á næsta ári. Já. En svo hefur líka verið sko, eins og hjá smitsjúkdómalæknum að skipta skoðanir hvort það eigi til dæmis eins og verið með uppfreytingameðferð eins og ef að starfsmaður greinist með MOSA til dæmis. Að hvort að það hafi eitthvað upp á sig og maður heyrir að margir eru orðnir á móti því að meðhöndla heilbrigt fólk með sýkingu. Nákvæmlega, það ekki alveg að svara við því, sko. Og það skoðaði Norðurlöndin, það var alltaf mismunandi mótil í gangi, það ekki alls staðar sem ESB ekki tilkynningarskyld og Danmörku. En Danir eru mjög hins vegar mjög öflugir í að meðhöndla MOSA og þeir eru að meðhöndla MOSA í samfélagi, fólki sem bara ekki á sjúkrahúsum. Þannig að þeir eru mjög ekki að tala það, þannig að þetta áherslumunur og ég held að sé ekkert rétt rangt í þessu. En það þarf einhvers staðar að vera fólkhúsið í hvað ætlar að eyða þínum kröftum og peningum og hver á að vega með að kosta og galla á ándu á aðgerðum, sko. Þannig að þetta uppáflókin veruleiki. Það líka passa sér mjög að einhver ákveðin íbúa lítilli deild eða ákveðin íbúa sé ekki merkti bara eins og þau séu hálsveikir en það á meðöldum. Já, akkurat. Þetta eitthvað í sambandi við að sprita hendur á íbúanum sjálfum. Ætli það sé, sko nú náttúrulega starfsfólkið stöðugt að sprita sig og held ég geri það, en fólki sjálft. Ég hugsa sig bara alls konar með það. Já. Ég var bara að spá í hvort þetta maður leggja meiri áherslu á. Já, við höfum náttúrulega bara örugglega að gera það. Já. Sérstaklega náttúrulega hjá þessum sem eru með einhverjum. Já, ég náttúrulega segja ég starfaði múlabæk. Já. Það var nú endurhæfing, þetta verður mjög stóð þar, hvernig bara átt merki eitthvað, það er náttúrulega eitthvað sérstaklega klósett eða eitthvað svoleiðis sem við það eru allir bara fósum hendur lögum, spreytum öll handfang og bakagreindum og allir. Allir fór spreytt eftir stóraleikunni og við svona tökum auka þrif á öllum salnum yfir daginn. En það bara við bara að gera eitthvað besta. Mér held að það sé mjög mikilvægt. Ég ætla að gera það. Þið öll og allir leikskólanum líka. Ok, takk. Síðast en ekki síst, Jóni Steinari Jónssoni, yfirlækni þróunar hjá Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu og Má Egilssyni, heimilislækni og Stram Tengilind á HSA, Heilbrigðisstofnun Austurlands og við ætlum að tala sýklalyfja og gæslu á hjúkrunarheimilum. Hvernig getum stuðlað að skynsamlegri notkun sýklalyfja þar, vonandi. Fundarstjóri, góðir fundamenn nær og fjær. Við erum hérna konum félagarnir úr heilsugæslunni á þennan ágæta sýklalyfjadag. Við erum að tala sýklalyfja
gát, það hefur verið notað enska orðið stewardship, oft gæsla á íslensku, mál hefur komið upp undir gát sem við erum svolítið hrifnir af, sýklalyfja gátis að það hefur gæslu. Skiptir ekki öllu máli, en við erum svolítið að fókusera á sýklalyfin og við hefum faktisk smá reynslu af því úr heilsugæslunni, þetta með, það má kalla það sýklalyfja gát, við höfum ekki notað hugtak í heilsugæslunni, við erum að tala um gæðaþróun í varðandi skynsamlega ávísanir sýklalyfja sem byggist þá á þessum tveimur þáttum, fræðslu og fræðsluefni og svo það sem er kallað audit gæðaþróun sem snýst það að þú getur speglað í þeim gögnum sem til staðar og þróun gagnanna og reynt að átta því hvort að ég sé að gera allt öðruvísi heldur en aðrir og er það óskynsamlegt sem ég er að gera og skynsamlegt sem hinn er að gera eða hvað að ekki segja að þú átt að gera þetta svona heldur að horfa á svona er þetta eru gögnin sem við höfum, hvað getum við gert betur? Það snýst reyndum við það. Og hérna er þessi myndir frá Svíþjóð. Þeir hafa notað svona aðferðafræði varðandi sýklalyfja gát eða gæðaþróun í sýklalyfjamálum áratugum saman og þið sjáu hérna 95 cirka þá fyrir 92 þá er mikill toppur á þeim í sýklalyfja ávísunum, sérstaklega til barna, efsta línan er sem börn, þetta er aldursskipt. Það sjá þá eru ávísað 1300 ávísunum per 1000 krakka á ári. Og þið sjáu núna, mörgum mánuðum seinna, þá eru þeir 300. Það eru gigantísk breyting, gigantísk, ekki einhverja smá breytingar, gigantíska breytingar. Það geta hafa orðið aðrir þættir sem spiliði um þetta, en alveg örugglega þetta stramaverkefni þeirra sem snýst svona aðferðafræði eins og ég var að nefna í byrjun. 2016, þá sáum við topp hjá okkur í notkun á sýklalyfjum. Það ákváðum við í heilsugæslunni í samvinnu við sóttvarnalækni og sýklafræðideild Landspítalans vorum að gera eitthvað í málinu. Og við vissum að þessu hérna, við kópíerum bara þetta. Og fórum að stað með svipað aðferðafræði, fræðslu, díalóg og svo speglun. Og hittum hvern einasta heimilislækni árlega síðan 2017. Og það er búið að nefna þessa skýrslu hérna, Anna Margrét nefndi hana. Á þessum tíma 2016, þá sáum við, sem vorum búin að fylgjast með þessu lengi, að það var ákveðið vandamál varðandi ónæmi bakteríur, ónæmisþróun, það sem sneri okkur í primary care, bæði sérstaklega þá pneumokokkana, en líka heimahulsinflúensa. En við vorum ekki að tala með þessar fjölónæmi bakteríur hérna, það komum við upp faraldur hérna eins og þið veitum mörg hver á 10. áratugnum, fjölónæmi pneumokokkar sem að snerti okkur í heilsugæslunni umtalsvert á þeim tíma og heilbrigðisþjónustuna alla. En svo kemur þessi áætlun hérna mörgum ára seinna, en upphafs þemað okkar í byrjun var þetta verndum sýklalyfin, það var okkar slagorð, verndum sýklalyfin. Við sáum að það var ákveðin ónæmisþróun hér sem við sáum ekki í nágrannalöndunum í þessum venjulegu bakteríum. Og við á þessum tíma þýddum að staðferðum hennar bækling sem er ættað frá Svíþjóð. En það sem við gerum líka, sem var stórmerkilegur áfangi í gæðaþróun í bara heilbrigðisþjónustu í Íslandi, sérstaklega í heilsugæslunni, fyrsta mælaborðið í sögukerfinu var til, sem er gagnarsýn sýklalyfja. Þegar ég var að gera það var enda smá högt á þessari gagnarsýn, þannig að þessi mynd sýnir bara ein mynd úr henni og hún sýnir bara prófíl ávísana í heilsugæslunni höfuðborgarsvæðinu. Hérna vantar sem súlu fyrir þá stöð sem ég væri að starfa á og fyrir mig sjálfan. Það eru 3 súlur fyrir hvert hérna. Þannig að hver læknir getur séð sjálfan sig miðað við stöðuna sína og miðað við svæðin sem hann er í. Og þróun frá ári til árs. Og þetta er bara ein mynd, þetta er bara prófílinn, svo getum við séð líka alls konar summa og fleira. Þannig að gagnasýnin gefur okkur þetta verkfæri til þess að spegla alla lækna frá ári til árs í þeirra notkun og hverja stöð fyrir sig og hverja stofnun fyrir sig í samanburði við hinar stofnanirnar. Gríðarlega mikilvægt, algjör bylting. Bara sýna ykkur þær myndir svona ákveðna breytingar sem ég get tala allan dag það sem við gerst, en ég bara tek örfá dæmi. Þetta eru amoxiclav, við lögum mikla áherslu á amoxiclav í byrjunum vegna þess að þegar við byrjuðum þá vorum við að ávísa 17 sinnum meira en Svíarnir, 17 sinnum meira amoxiclav á Íslandi heldur en í Svíþjóð per capita. 17 sinnum, ekki 50% meira eða 17 sinnum meira. Og hér er mynd fyrir börn og þetta er náttúrulega snerti sérstaklega börnin.
og hérna hefur orðið breyting. Hérna var við þessu skortur á ammoxicillini og þess vegna notum við meira amoxiclav sem var í þessu ekki nógu gott, ég var alltaf til amoxicillinu undanþágu. En þessi ásamt að amoxiclav nokkuð hátt á landsvísu, þetta er niður svo COVID, þetta er allt niður eins og þið þekkið. Við komum fram áður með Austurlandi sem er gula línan. Þar hafa ennþá meira árangur. Við sjáum hérna erum 500-600 en erum við 200 þarna. Reyndar er þessi tala hérna þannig að það er bara helmingurinn sem er ávísað af heimilislæknum og unglæknum, hitt kemur frá öðrum læknum. Þannig að það eru aðrir læknar líka sem hefa ekkert komið að þessu strammaverkefni. Þetta er líka bara önnur mynd af amoxiclav. Við tökum sem dæmi að það er líka hrapað í heildina, ekki bara hjá börnum og við erum nær Norðurlöndunum heldur en áður en við erum miklu hærri samt ennþá. Það var nefnt Cipro og það var sérstök áhersla á Cipro í byrjun. Af hverju? 50 hver stofn E. coli var ónæmur fyrir Cipro á þessum tíma. 50 hver stofn. Á sama tíma verður til greiðslumódel í heilsugæslunni og þar kom þetta inn sem gæðaviðmið. Þannig að það var ekki bara strammaverkefni, heldur líka gæðaviðmið sem hafði áhrif og svo kom til rapport aukaverkefni eins og Ólafur nefndi. Allt þetta hafði umtalsverð áhrif á Cipro-notkun á Íslandi. Nú er bara 10 hver stofn ónæmur fyrir E. coli. Það hefur orðið sérst mikið breyting, umtalsverð breyting, myndi ég segja, á þessari þróun á þessum árum. Þetta er mynd líka frá landlæknisembættinu, aldursflokkun. Við sjáum að börnin þau hérna, þá er áherslan til barna. Mun minni fóru niður í COVID og svo vissum við að myndi koma þarna rebound eftir COVID. Öll börnin einangruð og komu, við vissum að, og það gerist alls þar annars þar í heiminum líka. En þið sjá hvað gerist með aldraða. Það er 65 plus. Ja, ég vil ekki kalla aldraða, ég er þar sko, það er ekki aldraðir. En eldra fólk. Þar er aukning og nú erum við ávísar sem sagt á Íslandi yfir 1000 ávísun per 1000 65 ára eldri, Svíðin eru 400 og við erum að ávísa krökkum 1000 ávísun per 1000 íbúa, Svíðin eru 300 og við erum á upp á við hjá eldra fólki. Ef við tökum bara 80 plus, þetta er líka úr mælaborðum hérna, flott mælaborð, geggjuð, þá er aukning. Við sjáum frá þessum 20 ára tímabili, þá er bara 100% aukning per capita. Það er ekki smátteri, það er eitthvað að. Per capita sko, þetta er ekki bara fjölgað, en þetta er per capita. Þannig að við erum að nota miklu meira af sýklalyfjum fyrir þennan aldurshóp og það er stórum hluta er þetta vegna þakkarsýkinga og svo alls konar annað. Ég tók hendur eftir í haltrannsókninni, ég reiknaði með að það verið búið að kynna hana, þannig að annars hefði þetta áhvert að taka fram fleiri myndir og þessari haltrannsókn. Ég tók hendur eftir í að algengasta lyfið í haltrannsókninni var amoxiclav, talandi um amoxiclav. Þannig að virðist vera mjög mikið notuð allavega í þessum Evrópulöndum, amoxiclav fyrir hjúkrunarheimilis fólk sem býr á hjúkrunarheimilum. En þetta var bara ein mynd sem ég ætlaði bara svona, til að hvar erum við stödd? Mér var að nefna að Steinar hringdi í mig og bauðst til þess að halda erindi eftir þér. Ég ætla bara svona, ég sagði hann að vera velkomin. En ekkert mál, ég ætla bara svona, byrju, að því við höfum ekki svo mikil gögn, en nú erum við búin að heyra því að það er við búumst við að við fáum bara mælaborð eða einhvers konar upplýsingar stöðun á hjúkrunarheimilum. En þarna bara í samanburði við Evrópu, bara til að gera eitthvað, að þá erum við þarna, þeir sem hafa fengið að minnsta kosti eitt sýklalyf þennan dag sem að verið að gera rannsóknina, þá erum við þarna allavega ekki lægst, heldur í einhvers konar kannski meðallagi þarna, frekar hátt heldur en lágt allavega. Og bara til að vekja athygli á því að við spurtum þessi næmispróf að það eru á Landspítalanum gera það sérstaklega, birta sérstaklega næmispróf fyrir gögn sem koma frá hjúkrunarheimilum. Þannig að þeir sem vinna hjúkrunarheimilum geta séð, það snýr þá að bakteríum sem snúa að þvagfærasýkingum. Þetta birtaður hverju ári, þannig að það er að fylgjast með þróuninni og það er það sem er mikilvægast þegar maður er að hugsa þessa sýklalyfjagátt. Hvernig erum við að nota sýklalyfin? Erum við að nota óskynsamlega? Hversu mikið? Hvaða sýklalyf erum við að velja? Og hver er ónæmisþróunin? Þetta eru mikilvægastu gögnin að spegla sig frá ári til árs. Og með tilkomu mælaborðs þá skapast algjörlega nýjar forsendur í mínu mati. Og nú ætlum við að halda áfram. Hálfleikur.
Það mæk á tölvunni, ekki? Já. Ég heiti Már Egilsson, heimilislæknir og vinn á heilsugæslu fyrir austan og á 2 hjúkrunarheimilum þar. Og svo kom ég inn í Strama verkefnið skynsamanotkun sýklalyfja 2018 eða 19 held ég. Og síðan komin inn í þetta verkefni hjá Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu að efla, hvernig var þetta orðað, efla þróun og kynningu leiðbeininga sýklalyfjanotkun og val á hjúkrunarheimilum. En við byrjuðum bara á því að skoða hvað hafði verið gert, hvað virkar til þess að hafa áhrif á ávísanir á hjúkrunarheimilum. Og það bara búið að gera frekar flottar rannsóknir á því. Og ein birtist í þessu flotta tímariti í Bandaríkjunum og eins og við sjá, þetta svona það sem er kallað RCT-rannsókn eða slembi íhlutunarrannsókn. Það sem að heimili fyrst tekin staðan í upphafi áður en íhlutun hefst, fræðsla. Og síðan eftir, það eru 2 hópar, annar fær fræðslu og hinn ekki. Svo reyndar fékk hópurinn sem ekki fékk fræðslu síðar af því að það náttúrulega var gagn í fræðslunni. En hópurinn sem að fékk fræðslu, hjúkrunarheimilin sem fengu fræðslu, þar drógust ávísanir saman. Já, það voru 17% færri ávísanir á þeim heimilum heldur en þeim sem fékk ekki fræðslu. Og nýgengi þarmasýkinga Clostridium difficile var 2-3-falt lægri. Ég hef ekki séð, þetta hefur verið kannað áður, aldrei sést svona áberandi munur. Engin munur á dánartíðni eða tíðni innlagna á sjúkrahús. Þannig að punkturinn með því það er svona sekundari hliðar útkomur að það að draga úr ávísunum hefur engin neikvæð áhrif fyrir íbúana, ekki sem að var hægt að mæla allavega. Og svo evrópsk rannsókn, þar sem að voru 4 Evrópulönd, Svíþjóð, Pólland, Holland og Noregur. Og það var bara mjög svipuð fræðsla. Við vorum bara að skoða aðeins hvernig fræðsluefnið var uppbyggt. Og það voru vasaspjöld og veggspjöld og verkferlar hvernig best að standa að greiningu þvagfæðasýkinga. Og svo reyndar fyrirlestar efnið, umræður innleiðingu og kannski svona svolítið í þessum ádeitt stíl að vissu leyti að reyna að fá fram hjá hópnum svona áhyggjur og annað og síðan símtöl sem eftirfylgd. Hérna var alveg gríðarlega stór munur á, hér er bara borið saman áður en fræðslan hefst og svo eftir að það drógust ávísanir saman 38% í hópnum sem fekk fræðslu og reyndar í hópnum sem ekki fekk fræðslu þá fjölgaði ávísunum 20% á móti. En engin munur á nýgengi óráðs, nýrnasýkinga, sýklasóttar eða dánartíðni sem líka mjög mikilvægar útkomur. Þannig að ég ætlaði ekki að tala lengi þetta var kynnt á þingi evrópskra öldrunarlækna daginn í Hörpu. Við tók bara þetta skjáskot af fyrirlesturinn og þetta er rannsókn sem ég held að sé svolítið vera að klára ganga frá gögnum en þeir voru líka að kanna eiginlega svolítið þetta sama áhrif fræðslu á ávísanir við þvagfæðasýkingum á hjúkrunarheimilum. Og það var mjög mikil munur á milli landa, ég veit ekki hvort þið sjáið þið á skjánum, en það var mjög mikill samdráttur eftir fræðslutímabilið á Spáni og Danmörku. En svo var aðeins minni munur þarna í sumum öðrum löndum. Þannig að við gerðum fræðsluefni og annars vegar tókum við reyndar fræðsluefni sem var búið að gefa út hjá embætti landlæknis sem var einn af þessum verkferlum sem fylgdu með klínískum leiðbeiningum meðferð þvagfæðasýkinga hjá eldra fólki utan sjúkrahúsa. Og þetta er á ensku og íslensku og við gáum þetta út og dreifðum á öll hjúkrunarheimili á landinu. Og gerðum svo líka veggspjald sýklun í þvagi eða einkennalausa sýklamegu og markhópurinn þar er svolítið annar, hann er kannski frekar aðstendendur og íbúar og ófaglærðir sem vita kannski ekkert að þetta fyrirbæri sé til að vera með sýkla í þvagi og að það valdi ekki skaða. Þannig að það var hugsað þannig að það væri veggspjald sem fólk væri að rekast á vonandi og skoða. Síðan erum við núna að vinna í að
gera undirkafla í regnbogabæklingin sem að Þróunarmiðstöð gaf út 2017 fyrst og verið að uppfæra og gera undirkafla sem tilengaður fjölveikum, öldruðum eða fötluðum. Og það í samstarfi við þá meðal annars lyfjafræðinga á Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu. Síðan í undirbúningi að ef til vill vera með einhvers konar fræðsluefni líka á myndbandsupptöku og að gera vasaspjald hvernig við nálgumst langvinn sár, að það sé ekki verið að taka ræktanir á óþörfu eða með sýklalyfjum í rauninni svolítið þessi sama pæling eins og með þvagræðasýkingarnar, að aðskilja þetta tvennt, annars vegar kóluniseringu eða sýklun og svo raunverulega sýkingu. Hér bara til að sýna, þetta sést náttúrulega vel hér, það sést örugglega vel á netinu. Þetta vasaspjald sem svona, sem að reyndar Ólafur sýndi held ég áðan, í aðeins öðru litaskema eftir ábendingar frá hjúkrunarfræðingum að hitt litaskema það væri eitthvað óþægilegt, en þá gáðu þetta út með þessu litaskema en sama innihald. Og þetta svona bara, hvað maður að segja, ég finnst svolítið kannski ekki að kalla þetta klínískar beint leiðbeiningar eða skipanir, meira svona umhugsunarefni hvernig við nálgumst þvagræðasýkingar. Og svo þetta veggspjald einkennalausa sýklamigu og hvað það og til hvers við erum að ræða það. Næstu skref, einmitt eins og Jón Steinar kom inn á, þá væntanlega að nýta mælaborðið sem við vonum að komi út á næstu árum allavega, kannski á næsta ári. Það verður mjög gaman að skoða það og bera saman náttúrulega ár vonandi eitthvað aftur í tímann og heimili og landshluta og svo bera okkur saman líka við önnur lönd. En svo þarf væntanlega líka að koma þeim upplýsingum út á heimilinu og það sé annaðhvort einhver ábyrgur á heimilinu fyrir þessu eða þessu sé dreift sentralt. Svo velti ég þessu líka fyrir mig hvort það sé tilefni til að gefa út fræðsluefni bara sóttvarnir, almennt hringlandi handspritun og spurning, þetta nú bara vangaveltur og bólusetningar. Kannski hægt að vera með einhvern vinkil þar líka og eitthvað efni sem að heimili myndi kannski vilja hafa. Og síðan síðast en ekki síst leiðbeiningarnar sem komu út fyrir 2 árum. Ég enda veit ekki, það var ekki prentað út og dreift í bækling, nei. Þannig að ég velti því líka fyrir mig hvort að við þurfum að vekja meiri athygli á því. En svo frétti ég reyndar að Ólafur hefði verið beðinn að tala þessar leiðbeiningar fyrir sérnaflækna í heimilislækningum. Já, ég bauð þennan fyrirlestur sem ég var að flytja allt í það en ég dreifði á bara vefsíðinu náttúrulega, ég dreifði á mína lækna sem að vinna á hjúkrunarheimilum sem ég að vinna við og svo sendi ég þetta á samtökfyrirtæki velferðarþjónustu. Já. Ég veit ekki alveg, ég held að þurfi bara að gera svona aftur og aftur og aftur. Já, nákvæmlega. Það alltaf að vera bara reglulega vekja athygli á þessu. Vekja athygli og halda lofti og mér finnst voðalega gaman að skoða fræðsluefni sem í hendina á mér eða hangir uppi eða í bæklingum einmitt Það má kannski segja að það á leiðinni bæklingu fyrir starfsfólk sem að fjallar þetta. Já. Sýkingavarnir á hjúkrunarheimilum. Já. Það frábært. Leiðbeiningar fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila. Já. Og meiningin að þetta verði gefið út rafrænt hjá sóttvarnalækni. Þannig að það hefur bara orðið svona ansi mikil töf. Þetta á leiðinni. Frábært. Svo bara, ég veit ekki hvernig tímanum líður, en það stutt bara 2 mínútur, hvernig við nýtum þessi gögn. Það eins og ég sagði áðan að bera milli kannski, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þessi gögn verða framsett, en
það væri mjög gaman að geta borið saman allavega landshluta og svo þetta þróun milli ára og fá svo gögn frá öðrum löndum og bera saman og geta líka séð hvað sýklalyf eru valin og hvort að einhver heimili eða landshluta skeri sig úr þar, hvort að sé einhver óvenjuleg notkun á sýklalyfum og setja þetta í samhengi við tölur frá sýklafræði rannsóknastofum sýklalyfi ónæmi og þróun. Og svo síðasta glærin skiptir máli að læra af gögnunum, draga ályktanir, setja markmið breytingar sem stuðla að skynsamlegri ávísun, rýna gögnin og síðan uppfæra markmiðin eftir því sem breytingar verða. Og eins og við erum að tala um að setja þetta á dagskrá reglulega og þannig að gleymist ekki. Og síðan þessi slagorð sem ég og Jón Steinar vorum að kasta á milli okkar og eru kannski ekki ný undir sólinni en það að vernda flóruna og vernda sýklalyfin. Og ég held að sé líka mikilvægt að við erum að tala sýklalyfja ónæmi og með þetta One Health að þetta sé ekki of abstrakt. Við séum ekki að horfa bara á einhverja fjarlæga framtíð eða fjarlæg lönd, heldur erum við að horfa líka alveg niður á sjálft hjúkrunarheimilið, sjúkrahúsið og svo einstaklingin líka. Þetta skiptir máli fyrir hvern einstakling að við séum ekki að ávísa sýklalyfum með óþörfu. Þannig að já, það var svolítið allt og sumt. Takk fyrir, þetta var bara frábært og margir góða punktar í lokin sem við getum nýtt okkur. Má ég bæta við einn setningu? Já, ekki svo. Því að mér láðist að geta sér í byrjun að ástæðan fyrir að við heilsugæslulæknir erum að vinna í þessu er svo að í aðgerðaráætluninni sem var gefin út, það var þannig falið að leiða þetta verkefni varðandi sýklalyfjagátt á hjúkrunarheimilum og hjúkrunarheimili eins og við vitum þetta ofsalega þetta ekki einhver einsleitur hópur sem mann nálgast, þetta mörgum stöðum, það margir rekstraraðilar og þetta svolítið svona vilda vestrið og það ein áskorun í þessu að allir séu með þannig að en markmiðið okkar þetta að stuðla því að við sem ekki valda meiri skaða heldur en gagni með allri sýklalyfjanotkun og við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta er á hjúkrunarheimilum hér, til dæmis í samanburði við Norðurlöndin, við munum væntanlega að fá upplýsingar það. En það er semst markmiðið og ég held að eins og Ólafur nefndi þetta gildir að hafa þetta alltaf á dagskrá. Það dugar ekki að gefa innan leiðbeiningar 21 eða eitthvað og svo er þetta bara afgreitt. Það er ekki þannig. Þetta eru lyf sem við erum að ávísa upp á hvern einasta dag og við þurfum alltaf að vera skoða, erum við að gera meira gagn heldur en ógagn. Og þess vegna held ég að það sé nauðsynlegt að við fylgjum þessu eftir með reglulegum hætti með einhverjum hætti í þessari svolítið viltu flóru sem að hjúkrunarheimilin það er miklu flóknara heldur en við á heilsugæslustöðvunum sem er tiltölulega einfalt. En við þurfum að finna út úr því, ekki gefast upp. Svo eru kannski alls konar hlutir í gangi eins og hérna nefnt með leiðbeiningar varðandi sýkingavarnir og við þurfum einhvern veginn að samræma þetta allt saman reyna að búa til þessu einhverja mynd sem að leiður okkur áfram til betri gæða í þessu þannig að við séum ekki að valda meiri skaða, búið til meira ónæmi heldur en að það er á. Við þurfum að taka höndum saman. Ég vona að við getum gert það þó að við séum kannski, það er reyndar mjög margir heimilislæknar að vinna á hjúkrunarheimilum út allt land og hér líka, þannig að þetta tengist allt saman. Ég vona að við getum tekið höndum saman til framtíðar. Frábær lokaorð, en tíminn er núna búinn, þannig að þeir sem þurfa að fara bara skilja það vel, en Steinunn bauðst til að halda sitt erindi núna á Teams og við ætlum bara að þiggja það, þannig að þeir geta verið áfram sem vilja. Og annars verður þetta í upptökunni auðvitað. Takk innilega og bara afsakið fyrir þessa uppákomu. Þið væntanlega búin að heyra hvað gerðist hjá okkur á Hrafnistu núna rétt fyrir hádegið. Það var bruni á Sléttuveginum og við erum búin að vera að eiga við það og þess vegna fór sem fór. En allir öryggir og hefur gengið vel, þannig að mér tókst að komast allavega inn á Teams. Og frábært að vera með ykkur og ég þakka þolinmæðina fyrir þá sem eru tilbúnir að vera hérna aðeins lengur þótt við séum komin fram yfir tímann. Þetta er bara mjög skemmtilega niðurstaðar að segja frá, þannig að þið heyrið mér líka og ég ykkur. Ok, flott. En ef ég byrja bara á þessu, það er kannski búið að tala hvað þetta heiti HALT stendur fyrir, að þetta er á ensku, Healthcare Associated Infections and Antimicrobial Use in European Long-Term Care Facilities, dálítið vel langt og óþjált
óþjáll titill og búið að stytta hann með þessum hætti. Og þetta er European Center for Disease Prevention and Control sem stendur fyrir þessu. Og þetta er rannsókn á algengi sýkinga í tengslum við veitingu heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum og reyndar öðrum langtíma úrræðum líka. Og þessi rannsókn var framkvæmd á árunum 2023 til 2024 og hér á Íslandi á einum degi árið 2024 á 3 hjúkrunarheimilum, Grund, Eir og Hrafnistu, sem sagt að þessum 3 samsteypum. Og þetta er í 4. sinn sem að úttekt hefur verið gerð af þessu tagi, þess vegna heitir þetta halvt 4 en í 1. sinn sem að við Íslendingar höfum tekið þátt og það er, eins og segi, virkilega gaman að við séum með í þessu og ég sé það líka þegar ég skoða skýrsluna að við höfum skilað mjög ítarlegum og góðum gögnum og betri gögnum en margar okkar nágranna þjóðir þannig að við getum verið mjög stolt af því. En þú mátt setja næstu, Anna Margrét. Nú varðandi markmiðin, ég sé alltaf að tala langtímaúrræði hjúkrunarheimili hér eftir, svo ég sé ekki alltaf að endurtaka það, en það er að meta algengi sýkinga og sýklalyfjanotkunar í Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu og að gera úttekt á uppbyggingu og áhrifum sýkingavarnaúrræða sem til staðar eru. Og það er náttúrulega verið frábært ef við í framtíðinni getum tekið þátt í þessu ítrekað og fylgst með hvort einmitt aðgerðir eins og til dæmis Már og Jón Steinar voru að kynna og örugglega fleiri skila árangri. Nú hvað við getum gert við niðurstöðurnar, við getum borið saman algengi sýkinga og sýklalyfjanotkunar milli landa sem er mjög áhugavert. Getum metið þörf fyrir frekari úrræði í sýkingavörnum, hvar skóinn kreppir hjá okkur. Til dæmis þörf fyrir frekari inngrip eða þjálfun og ég er algjörlega sammála fyrir ræðumönnum að þetta er eitthvað sem þarf að endurtaka og endurtaka þetta er ekki eitthvað einskiptisverkefni. Forgangsraða viðbrögðum og auka meðvitund vandann á landsvísu í hverju landi fyrir sig og ég held að væri mjög gaman ef við getum gert eitthvað með þessa skýrslu meira, kynnt hana fyrir almenningi og svo bara svona í víðara samhengi tryggja öryggi íbúa og eldra fólks almennt. Og þá má fletta. Rétt örstutt, þetta eru tegundir þjónustuúrræða sem tóku þátt í Evrópu og það er almenn hjúkrunarheimili og eitthvað sem ég myndi kannski kalla þá frekar dvalar. Rými, residential homes sem við erum ekki með. Svo eru sérhæfð hjúkrunarheimili sem eru með svona sérstakann fókus, ákveðna króníska sjúkdóma, heilabilun, geðrænan vanda og svo framvegis og svo hjúkrunarheimili sem eru með blandaðan prófíl og svo önnur hjúkrunarheimili eða langtíma úrræði. Og ég ákvað að taka þessa töflu með bara til þess að leggja áherslu á það að þetta er kannski ekki alveg sambarlegt milli landa vegna þess að tegundir úrræða í hverju landi fyrir sig eru kannski ólík þannig að við erum kannski stundum svolítið að bera saman epli og appelsínur þannig að það er gott að hafa það í huga. Og þá næstu. Gagnagrunnurinn, hann samanstóð af samtals 66.112 íbúum á 1.097 heimilum sem er náttúrulega gríðarlegur fjöldi og þar af voru yfir 1.000 íbúar hérlendis. Og þið sjáið Ísland þarna í rauðarammanum að það voru 3 heimili, Grund, Eir, Hrafnista, sem eru skilgreind öll sem almenn hjúkrunarheimili og við vorum með 3 af þessum 1.097 en hvert af þeim er ansi stórt hins vegar á alþjóðavísu. Og næstu. Næstu, Kláru, já. Áhugavert hér bara örstutt með hlutfall einbýla. Á Íslandi er það 88,7%. Og við erum þar yfir miðgildi Evrópu sem þið sjáið þarna neðst, 86%. En það eru lönd sem eru komin lengra en við með alla í einbýli. Þar með talið Danmörk, Finnland, Holland, Svíþjóð, 95% í Belgíu og svo framvegis. Þannig að þarna er klárlega sóknarfæri og við vitum öll að við erum að vinna í þá átt. Og svo næstu. Síðan sjáið þið aðeins varðandi þýðið. Það er gefið upp prósent eða hlutfall karlkyns íbúa 32,1% hjá okkur, miðgildi í Evrópu 31,3%, þannig að það er svona aðeins fleiri kallar hjá okkur þó að það sé nú bara sjónarmunur. Og eldri en 85 ára hlutfall þeirra er 50,3% hjá okkur, meðan miðgildi er 53,8% í Evrópu, þannig að við erum með heldur yngri íbúa heldur en miðgildið fyrir svæðið í heild. Og næstu, Kláru. Og hérna er svona ákveðnir hjúkrunarþyngdarþættir sem voru metnir sem mér fannst mjög áhugavert og þetta eru auðvitað bara 3 á gríðarlega mörgum hjúkrunarþyngdarþáttum sem hægt er að mæla. En það sem að
kom mér á óvart var að okkar íbúar voru almennt að skora lægra í hjúkrunarþyngd heldur en miðgildi Evrópu. Lengst til vinstri sjáið þið hlutfall íbúa sem eru með annaðhvort þvag eða hægðarleika eða bæði. Þar voru það 54,8% hjá okkur sem undir miðgildinu í Evrópu sem þið sjáðu þarna neðst. Sama á við hlutfall þeirra sem eru óáttaðir. Hjá okkur það líka lægra en miðgildi í heild og eins þeir sem eru með skerta hreyfigetu þá í hjólastól eða rúmfastir töluvert færri og við erum í raun með lægst hlutfall af þeim löndum sem að skiluðu inn tölum hvað þetta varðaði. Og eins og ég segi, mér finnst þetta mjög áhugavert, þetta ekki alveg í takt við okkar upplifun, okkur finnst þetta okkar íbúar vera og ég held að það sé alveg rétt að verða hrumar og koma seinna inn og þeir lifa styttra eftir að þeir koma inn á hjúkrunarheimilin. En ég held þetta endurspegli aðalega bara skort á úrræðum út í samfélaginu til þess að styðja fólk við sjálfstæða búsettu lengur heima sem væntanlega meira í hinu löndunum, það bara það sem ég giska á að minnsta kosti. Þá má fletta. Og síðan ef við horfum á áhættuþætti fyrir sýkingum sem tengjast heilbrigðisþjónustu með á þessum í langtíma dvalarúrræðum, þá erum við í raun yfir miðgildi Evrópu í öllum þessum áhættuþáttum. Það er að segja hversu margir eru með þvaglegg, æðalegg, þrýstingssár, önnur sár og svo hversu stórt hlutfall hefur farið í aðgerð á síðustu 30 dögum. Þannig eins og ég segi, við erum yfir Evrópu á öllum þessum mælikvörðum og við erum efst í Evrópu varðandi önnur sár 11,2%. Þetta auðvitað bara skýrsla sem við munum vinna úr og gefur okkur ákveðnar vísbendingar hvar við þurfum að setja fókus, en þetta eins og ég segi kom mér mjög óvart og ég kann ekki skýringar á því af hverju staðan með þessum hætti hérlendis. Þarna þurfum við aðeins að, eins og ég segi, leggjast í vinnu í framhaldinu og það heilmargt annað í þessari skýrslu sem að gefa tilefni til þess. Og næstu glæru, takk. Síðan fannst mér þetta mjög sláandi og ég bara velti fyrir mér hvort þessi örugglega rétt, en ég meina þetta eru tölur frá okkur. Og hér kemur fram að við séum lægst í COVID-bólusetningum meðal íbúa og starfsfólks meðal við önnur Evrópulönd sem að skila gögnum hvað það varðar. 70% íbúa hjá okkur og 8% starfsfólks, að meðan samsvarandi tölur eru 92% og 82% fyrir Evrópu. Þannig að þarna þurfum við líka að skoða ástæður á baki og hvort við viljum breyta þarna nálgun. Mér finnst þetta mjög áhugavert og í raun dálítið sláandi. Og ef við förum í næstu glæru, þá segir hún svipaða sögu varðandi inflúensu. Hér erum við þó ekki lægst, en við erum undir miðgildi Evrópu í bólusetningum gegn inflúensu, bæði hjá íbúum og starfsfólki. 78% íbúa hér og 19% starfsfólks eru bólusett gegn inflúensu og meðan miðgildi 90% og 30% fyrir Evrópu. Þannig að eins og ég segi, þetta kom mér óvart. Ég held að við værum nú bara ansi öflug í þessu, en við getum klárlega gert betur. Og þá má fletti í næstu, þetta er nefnilega ansi mikið af gögnum og ég vona ég þreyti ykkur ekki að vera hér rödd á skjánum að bauna á ykkur endalausum tölum. En hér sem sagt getum við séð hlutfall heimila sem með að minnsta kosti einn starfsmann þjálfaðan í sýkingavörnum og það 100% hjá okkur sem frábært. Og þá bara næstu. Og svo það hvort það sé sýkingavarnarnefnd og það var eitt af þessum 3 heimilum hjá okkur sem tók þátt sem var með það. Og það líka auðvitað eitthvað sem má ræða notagildi þess og hvort það sé ástæða fyrir hin heimilin að taka upp það vinnulega að vera með sýkingavarnarnefnd og ég held að það geti verið mjög gagnlegt. Og þá það næsta. Takk. Og síðan var skoðað þeir skilgreindu 7 svona verklagsreglur eða prótókolla tengda sýkingavörnum sem að þeir spurðu út í eða þau hvort væri til staðar á heimilunum. Og það kemur í ljós að öll þessi heimili á Íslandi voru með alla 7 prótókollina til í gæðaskjölum skriflega. Og við erum eina landi í Evrópu sem var með það alveg 100%. Og ég heldur bara sérstaklega hrósa okkur fyrir það og sýndi þessa mynd að við erum hann að dökkgræn. Mjög ánægilegt. Og næsta glæra sýnir þetta aðeins betur. Að þarna hægra megin þið sjáið efst uppi stendur Written IPC Protocols.
Hérna bara verið að fara í gegnum nákvæmlega hvaða leiðbeiningar átt við. Hitt varðar þarna vinstra megin varðar sýkingavarnar nefnd og fulltrúa annað sem ég var að tala á undan. En ef þið horfið á prótókolluna þá fyrst þarna að tala MOSA, hvernig ég að fara með MOSA eða fjölónæmar bakteríur, handþvottaprótókoll, prótókoll í kringum þvagleggi, æðaleggi, sondur, hvernig eigi að meðhöndla eða fara með þegar verða faraldrar af meltingarfæra sýkingum eins og nóróveiru og svo þarna aftast ef það eru öndunarfærasýkinga, faraldrar öndunarfærasýkinga. Þannig að við öll heimilin gáfu upp að það væru til skriflegar leiðbeiningar eða gæðaskil varðandi allt þetta og þarna getum við aldeilis klappað okkur á baki fyrir velunnið starf. Svo næstu. Já, ég ætla að hoppa yfir þetta. Ég ætla bara að benda þetta ég hef ekki tíma fyrir þetta en þeir sem hafa áhuga að skoða nánar og kafa því að það ekki hægt að fara yfir alla þessa skýrslu í svona stuttum fyrirlestri, bendi ég bara á að kíkja á hana, hún mjög áhugaverð aflestrar. En ég ætlaði bara að fara beint í næstu. Já, akkurat. Og hérna verið að spyrja út í handþvotta aðferð og 2 af 3 heimilum hjá okkur segist nota handspritta meðan 1 af 3 notar vatn og sápu. Eins og þið sjáu þarna 66,7 versus 73,3 og svo lengst til hægri að það eru öll heimilin búin að fara í gegnum þjálfun starfsfólks í handþvotti á undanförnu ári sem líka frábært og þarna erum við að standa okkur mun betur en langflestir. Og þá næstu glæru takk. Og ég þarf bara að sýna þessu örstutt, þetta notkun handspritts per 1000 íbúa daga. Og þar erum við bara á svona nokkuð góðu róli miðað við aðra. Við erum að nota mikið handspritt greinilega og það svona bendi til þess að við séum að standa okkur vel í þessu. En mér finnst líka góðu punktur þetta með íbúana. Ég veit ekki, það náttúrulega ekkert gert greinarmunur á því hvort þetta fyrir íbúa og starfsfólk eða bara starfsfólk. Og það næstu. Svo það þetta, ég bara mjög ánægð með að hafa fengið þetta orð. Sýklalyfjagát vegna þess að ég var að hugsa hvernig ég ætti að tala þetta antimicrobial stewardship í þessu erindi. En sýklalyfjagát náttúrulega frábært hugtak yfir þetta. Og þetta til dæmis líka bara svo tékklisti sem ég held að maður getur svolítið horft til í framhaldinu þegar maður fyrir að vinna með þessa skýrslu. Hvaða þættir í sýklalyfjagát eru til staðar og hvar getum við bætt okkur. Og ef við byrjum með mitt bara þarna lengst til þá það sýklalyfjanefnd, við erum ekki með neitt slíkt í dag. Þjálfun í að skrifa út við sýklalyfjameðferð, það erum við ekki heldur með. Það eru all heimilin hins vegar að gefa upp þarna í næstu mitt að við séum einhvers konar leiðbeiningar hins vegar skriflegar varðandi notkun sýklalyfja. Það eru líka til staðar gögn notkun sýklalyfja árlega. Og það að minna á mikilvægi þess að taka sýni, það er 1 af heimilunum 3 sem hefur verið að gera það og þar getum við bætt okkur. Við erum með upplýsingar sýklalyfja ónæmisprófíl hjá okkur sem gott og öll heimilin eru með það. Og svo hérna 1 heimili sem segir að þurfi sérstakt leyfi fyrir ákveðin svona einmitt breiðvirk sýklalyf að það sé ferli í kringum það ef að óskar eftir að skrifa þau út að þá þurfi ákveði ferli að fara í gang í kringum það að fá leyfi sem áhugavert og spurning hvort það ætti að vera víðar. 1 heimilið með aðgang að lyfjafræðingi sem auðvitað algjörlega frábært. Við erum komið með það núna á Hrafnistu að minnsta tímabundi og það er alveg ótrúlega hjálplegt. Síðan þetta therapeutic formulary, það er listi yfir ráðlögð sýklalyf. 2 af 3 eru með slíkan lista. Það er líka auðvitað gríðarlega praktist og gott að hafa og svo bara feedback til læknana. Hérna stendur GPs, heimilislækna, en þetta er væntanlega átt við þá lækna sem að sinna íbúunum það hvernig sýklalyfjanotkunin hefur litið út á undanförnu þá væntanlega einhverju skilgreindu tímabili. 1 heimili hér segist gera það og það er auðvitað líka mjög gagnlegt fyrir læknana og það er ekkert heimili á okkur með ekkert af þessum þáttum. En svona ef maður tekur þetta saman í heildina þá erum við að standa okkur þó að það sé alls konar sem við getum gert og bætt okkur í, þá erum við að standa okkur mjög vel að meðaltali í öllu þessu meir og minna miðað við Evrópu í heild.
Og þá má fara á næstu. Síðan þetta bara varðandi, hvort við séum með leiðbeiningar varðandi sýklalyfjanotkun í ákveðnum sýkingum. Við erum dugleg með þvagfærasýkingarnar, þið sjáu það 100% eins og nú búið að vera að tala svolítið hér í dag, eins og ég allavega skynja það, þó ég hafi mistað mestu því miður. Varðandi sárasýkingar og mjúkvefjasýkingar, þá eru 2 af 3 heimilum með það, en bara 1 með öndunarfærasýkingar, leiðbeiningar, varðandi bara sýklalyfjaval. Þannig að ég held að við erum enga stund að kippa þessu í liðin og það væri bara mjög skemmtilegt verkefni. Og svo þarna lengra til hægri verið að sýna erum við að fylgjast með virkum hætti með einhver af þessu. Sýkingum, tengdum veitingu heilbrigðisþjónustu, bara hvernig við notum sýklalyfin, er þetta bara, hér erum við að tala virkt eftirlit og eins þessum ónæmu bakteríum. Og þið sjáu að þar getum við, virkt eftirlit gæti verið mun betra hjá okkur. Þannig að, sóknarfærin eru óendanleg, en þetta bara ótrúlega fróðlegt. Og þá má setja á næstu glæru. Nú, þá komum við að sýkingunum sjálfum. Við gáfum upp 54 sýkingar á þessum degi sem að rannsóknin var gerð vorið 2024. Það voru 1390 íbúar á Íslandi sem tóku þátt. Þannig að þetta voru medjan eða miðgildi 3,1% af þessum íbúum voru með virka sýkingu á deginum sem að rannsóknin var gerð. Og þið sjáu að það töluvert fleiri heldur en miðgildi fyrir Evrópu, þarna neðst 1,8. Þannig að við erum að gefa upp töluvert meira sýkingum heldur en að meðaltali. Og svo næstu. Og þið sjáu þarna á þessari hvernig sýkingum, bara tegund sýkingar eftir landi og Ísland þarna rétt fyrir ofan miðju og þar hjá okkur þetta þvagfærasýkingar sem eru algengastar, blái liturinn, appelsínuguli liturinn eru húðsýkingar sem næst algengast, síðan öndunarfærasýkingar sem grænt og svo aðrar sýkingar í öðrum litum. Bara tímans vegna ætla ég ekki að dvelja við hverja og eina en þið sjáuð að okkar dreifing stingur ekkert sérstaklega í stúf. Og þá má fara á næstu. 37 af 54, þessum 54 sýkingum sem voru tilgreindar hér voru ekki staðfestar með ræktun. Við vorum þar bara alveg í meðaltali Evrópu, en það er náttúrulega bara almennt talað að hér megi gera betur í að rækta, það er mikilvægt. Ræktun var neikvæð 3,7% tilvika hjá okkur, meðaltalið var 1,1% í Evrópu hvað það varðar, þannig að maður velti fyrir sér hvað við séum stundum að rækta í röngum tilvikum, ég veit það ekki, en mér finnst þetta bara áhugavert af því að við erum töluvert yfir þarna. Og svo næsta. Og hérna kemur sýklalyfjaónæmið og ég held að þetta sé sama glæran eins og var búið að sýna hérna áður, ef ég man rétt. Að þið sjáuð að við erum í sýklalyfjaónæmi, þá erum við svona út frá þessum litakvarða, einhvers staðar í miðjunni. Það eru lönd sem eru að standa sig betur. Við erum þarna með 20–35%. Það eru lönd sem eru að standa sig betur, en það eru líka lönd þarna í Suður-Evrópu sem eru með meira sýklalyfjaónæmi. En það sem ég fannst svolítið óþægilegt við þetta og maður, að það vantar bara alveg ofboðslega mikið á gögnum akkurat þetta í rannsókninni. Þannig að það væri mjög til bóta ef að það myndi berast næst þegar svona úttekt verður gerð. Okkur vantar öll hinn Norðurlöndin meðal annars. Þannig að það er svolítið erfitt að draga ályktanir út frá þessu. Og svo næstu, takk. Og svo sjáum við hérna, þetta er bara fjöldi íbúa eða hlutfall íbúa sem að fá að minnsta kosti 1 sýklalyf á deginum sem rannsóknin var gerð og þar erum við líka bara svona svolítið fyrir miðju að því virðist. Við erum ekki best en við erum ekki verst heldur. Við erum hérna á bilinu 5–7,5%. En hér er það sem ég finnst mjög áhugavert og kannski var svona mest sláandi í rannsókninni fyrir Ísland. Að við erum að nota sýklalyf í fyrirbyggjandi tilgangi oftast allra. Hlutfall sýklalyfjagjafar í fyrirbyggjandi tilgangi hæst hjá okkur. Þetta kom mér gríðarlega á óvart. Þarna trónum við á toppnum sem er mjög furðulegt og þarna verðum við held ég að gera gangskur og þetta er kannski það svona aðal take-homeið úr þessu öllu saman. Og næst.
Og þetta yfirleitt þvagfærasýkinga, fyrirbyggjandi meðferð við þvagfærasýkingum. Það yfir 40% hjá okkur sem eru á sýklalyfi í fyrirbyggjandi tilgangi sem eru á því til að fyrirbyggja þvagfærasýkingu. Þannig að þarna skerum við okkur klárlega úr. Síðan þetta bara svipumynd og áðan, það bara sýkingastaður sem tilgreindur hjá þeim sem eru á sýklalyfjum og þar þvagfæri efst á blaði hjá okkur og næst öndunarfæri. Það má bara hoppa á næstu svo. Og hérna sjáum við líka mjög áhugavert að við erum alveg á botninum yfir hvernig það skráð hvenær eigi að hætta á sýklalyfjagjöf í fyrirbyggjandi tilgangi. Við skráum ekki lokadagsetningu á því í sjúkraskrá í nokkru einasta tilviki. Þannig að það bara undirstrikar enn frekar að þarna þurfum við að fara virkilega að kafa í þetta mál varðandi fyrirbyggjandi meðferðina. Svo kemur næsta. Þetta hins vegar ef þetta til þess að meðhöndla sýkingu, virka sýkingu, sýklalyfjagjöfin. Þannig erum við svona frekar ofarlega að við sjáum hvar við erum. Það langoftast skráð lokadagsetning sýklalyfjagjafar ef við erum að meðhöndla virka sýkingu sem auðvitað frábært. En við þurfum að bæta okkur í hinu. Svo þetta hvernig sýklalyfin dreifast tegundum sýklalyfja. Þetta bara alls konar eins og við sjáum það engin lína í Evrópu varðandi þetta. Og hér erum við að horfa á fyrirbyggjandi og ég held að í þessum brúna lína sem langstærsta línan hjá okkur, langalgengastast tegundir sýklalyfja í fyrirbyggjandi tilgangi other. Og ég tel að þetta sé langlíklegast nitrofúrantoin sem þarna þessi brúna lína. En það má alveg leiðrétta mig ef fólk heldur að sé annað, en það ekki hægt að greina það út frá þessu annað heldur en bara þetta hakað í bóksið annað. Af því þetta svo oft við þvagfærasýkingu. Svo má hoppa á næsta bara eins og ég segi, svo við förum að klára. Ef þetta við sýkingu, hins vegar ekki prófylaktist, að þá erum við að nota langmest beta-lactam lyf penicillin og inn í þessu amoxiclav meðal annars, en líka önnur penicillin, ekki með klávilinsýru eða laktamassa hemli. Og svo erum við að nota líka töluvert af tetrasyklíni, öðrum beta-lactam-lyfjum og svo minna af öðrum tegundum. En eins og ég segi, þetta bara efni í sér fyrirlestur, myndi ég halda akkurat þetta, en þið fáið smá tilfinningu samt út frá þessu. Og svo næsta. Þetta lokagrafið og mér fannst þetta alveg frábært graf, ég var mjög ánægð að sjá þetta. Þetta þess að dreifing breiðspektra samkvæmt þeirra skilgreiningu sýklalyfja. Bara hvernig hlutföllin eru á þeim í hverju landi fyrir sig. Við erum í fyrsta lagi að nota mjög lítið af þeim, kemur í ljós að minnsta kosti samkvæmt þessu. Og það það helst 3. og 4. kynslóðar cefalosporin sem við erum að nota og flúor og kvínolon. En lítið af öðru og miklu minna en flest önnur lönd og ég held að við megum klárlega klappa okkur á baki fyrir þetta. Og þetta var síðasta grafið og svo tók ég saman bara alveg í lokin smá lærdóm. Ég ætlaði nú bara að taka þetta út, en ég náði því ekki af óviðráðanlegum ástæðum af því að það var þessi bruni, en hérna ég skrifaði engin sérhæfð hjúkrunarrými hérlendis, það eru vissulega sérhæfð hjúkrunarrými hérlendis. Það endurspeglast ekki í þessum gögnum hins vegar og mér langaði kannski bara að benda á það að við mættum hafa fleiri sérhæfð hjúkrunarrými hérlendis, en ég veit að það eru sérhæfðar deildir á hjúkrunarheimilum sem tóku þátt. Ég veit hins vegar ekki hvort þær voru með í rannsókninni, þannig að það að minnsta kosti kom ekki fram. Við erum með heldur yngri íbúa á Íslandi en meðaltal Evrópu og hraustari, eins og ég hef búin að segja þarna áðan. Við erum lægst allra í COVID-bólusetningum og einnig lág í influensubólusetningum sem ákveðin vonbrigði. Við stöndum okkur almennt vel í kerfisbundnum sýkingavörnum og klínískum leiðbeiningum. Spurning hvort við þurfum að bæta við sýkingavarnarnefndum sem dæmi og við þurfum að bæta í varðandi skynsamlega notkun sýklalyfja eða sýklalyfjagát, þótt við stöndum samt sem áður betur í því en flestir. Og svo næsta glæra sem næst síðust. Við þurfum að auka tíðni ræktana, líka hérlendis. Það á við almennt. Við erum efst í Evrópu hvað varðar notkun sýklalyfja í fyrirbyggjandi skyni sem furðulegt, oftast til að fyrirbyggja þvagfærasýkingar. Þetta þarf að skoða sérstaklega. Og við þurfum að gera stór átak í að skilgreina meðferða lengd fyrirbyggjandi meðferðar. Það ekki meira sýklalyfjaónæmi hér en í sambærilegum ríkjum. Þetta samt erfitt vegna þess að vantar svo mörg lönd inn í þau gögn.
og það er lítil notkun allavega á því sem þau skilgreina sem breiðvirk sýklalyf í þessari rannsókn hérlendis. Þannig að þá bara hef ég lokið máli mínu, þetta er ofboðslega löng skýrsla, ég mæli með að lesa hana og ég held að við þurfum að svona formúlera í framhaldinu ykkur svona sameiginleg skref til að bregðast við því sem þarna kom fram. Það er mjög margt áhugavert og mikið á góðum hugmyndum sem er hægt að hrinda í framkvæmd. Þá þakka ég bara fyrir, kærlega. Þakka Steinunni kærlega fyrir að eftir þennan bruna að koma hérna inn og halda á eldmóði þetta tölu. Og það er ekki mikil tími, auðvitað við erum komið fram í veljan tíma og ég þakka ykkur bara fyrir bilendina og þolinmæðina með allt þetta rask í dag, en þetta voru auðvitað mjög óvænlegar aðstæður og öll í öfnu kannski hefði nú bara fellt þetta niður en ákvæðum að keyra á þetta og það gekk bara svona upp. Ef það er kannski einhver ein brennandi spurning þá veifum við það. Já, það var kannski á Bjarki þegar við vinnaði á Grundarheimilunum. Spurningi var kannski fyrst og næst varðandi fyrirbyggjandi sýklalyfja notkun. Einhvern veginn finnst maður núna í seinni tíð taka mjög lítið eftir því að fólk sé á fyrirbyggjandi sýklalyfjum inn á hjúkrunarheimilum við þvagfærasýklum. En má vera að Hyprex sé að þetta náu til? Ég held ekki, þetta er klárlega fyrirbyggjandi sýklalyf held ég og Hyprex er Steinunn geta kannski svarað þessu. Steinunn, heyrðu ykkur? Nei, já, eftir því best veit þá á það ekki að vera inn í þessu, en sko þetta er náttúrulega bara krefst nánari skoðunar, en eins og ég segi, eftir sem ég best veit þá á það ekki að vera. Þannig að þetta kemur mér spánst fyrir sjónir, ég er sammála því. Sennilega er það sem þetta mestu fyrirbyggjandi tilgangi í nýklframtöðum. Já. Ég var svo sem ekki viss hvort að Hyprex var inn í þessari rannsókn. Ég held að það sé ekki sko. Það er svona ýmist hvort að Hyprex er tekið með inn á sýklalyfja eða gerð svona fyrirvarið, þetta er án Hyprex, það er ýmist í svona skýrslum og með rannsókn. Við getum bara skoða þetta. En líka þó að sko Hyprex væri með, þá spyr maður sig líka af hverju erum við að nota það, þá svona skiljið þetta er bara skrítið, punktur. Það er eitthvað furðulegt við okkar praxís að því er virðist, nema við höfum bara einfaldlega verið að svara könnunin öðruvísi en aðrir, en það kemur mér óvart. Ég veit að mér reynda líka ég er njólega svolítið, en þessi bara eitthvað eitt af þess að má skoða það nefnir, bara gagnlegt að kíkja á það. Já. Það er frábært, það bara þakka öllum kærlega fyrir og Takk kærlega Steinunn fyrir að vera með okkur á netinu. Takk fyrir. Já, takk innilega.